Heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Það eru Karlbræður sem að heilsa ykkur að þessu sinni. Við erum komið mætan gest til okkar í þætti Birgir, ertu með það? 319 langar maður að segja. Já, þetta skott gengur. Gestur okkar í dag er prófessor í hagfræði og fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, varaformaður Viðreisnar og fjármála- og efnahagsráðherra. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Sko, það, ég ætla að byrja við það er sólmyrkva á morgun þegar þetta tekið upp. Já. Ertu komið með sólmyrkva gleru? Já. Já. Þetta er stór dagur, sko, vegna þess að næst yngsta barnið mitt á afmæli Já. og við erum búin að vera skipuleggja með mjög löngu fyrirvara og við erum að fara út á Garðskaga að borða. Þetta verður mikið ævintýri. Sko, fjármálaráðherra, hann lítur að fagna sólmyrkvan. Erum við ekki að fá hérna? Þetta er alveg, það er bara ching, sko. Já, en aðalega þá hef ég alveg frá blautu barspínu verið mikill áhuga maður náttúrufyrirbæri Okay. og ég er mjög spenntur sjálfur, bara að upplifa hann, sko. Alveg Já. sama hvort það verður heiðskýrt eða ekki vegna þess að það að sé myrkur miðjan dag, það er óvanlegt. Já. Svo sá maður reyndar að gleru getur verið bara upp á punt ef það verður hvað sem er svo skýr. Já, en þú veist, þá upplifum maður bara náttúruna slökka á sér í 1 mínútu miðjan dag, það er óvanlegt. Þetta var rosalegt. Já, þetta verður skemmtilegt. Kannski bara snögt áður við vindum okkur í stóru málin. Hvernig hefur sumarið verið hingað til? Það er búið að vera fínt, ég ferðaðist landið, það endaði þannig, við erum yfirleitt ekki með plön, en það endaði þannig að við héldum okkur í nágrenni Eiríksjökuls, við fór að honum úr ýmsum áttum, Já. bæði Borgarfirðinum og úr Miðfirðinum. Já, frábært. Laglegt, búin að ferðast íslenska landi. Fjármálar ríkisins, fara þau einhvern tímann í sumarfrí? Nei. Hafandi sagt það, að það var ekki mikið sem gerist í ráðuneytinu svona upp úr miðjum júlí og fram yfir verslunarmannahelgi, þannig að það var nú alveg rólegu tími. Já. Eitt og eitt fjölmiðla viðtal. Já. Herru, við ætlum bara að byrja þetta. Við erum með þétt og dreklaðin þátt, þannig að það þarf að halda vel á spilunum hérna og Leifur, þú sýnir með gott aðaldina í dag. Já, ég reyna að veita það. Ég get gjammað svo mikið. Sko, Daði ætlaði náttúrulega uppálega að koma til okkar þegar eiginlega bara leið og gjaldmiðlaskýrslan birtist. Hann er við ætlum að byrja að tala um hana. Fjármála efnahagsmálunetið fól í fyrra erlendu sérfræðingum að vinna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Skýrslan var birt, eins og segi, í vor og hefur þegar valdið einhverju deilu meðal annars athugasemdir frá Seðlabanka Íslands og fleira. Fyrsta spurning, ráðuneytið sagði niðurstaða skýrsluna væri svo að kostnaður með krónuna væri líklega meir en ábatinn. Einhverju hafa nefnt eins og Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði, að skýrslan sjálf dragi ekki Nemandi minn, Já. þess að það skiptir nefnum. Fyrir nemandi þinn dragi ekki upp neitt heilstætt kostnaðar ábatamat. Ég ætla bara að spyrja, hver er rétt fyrir sér? Já, sko, framkoma kostnaðaþættir og ábataþættir og það var beinlínis þannig að þegar við báðum skýrsluna að þá vildum við ekki að nefndin framkvæmdi slíkt mat. Það er bæði mjög flókið vegna þess að kostnaðaþættirnir og ábataþættirnir eru mjög margir og erfitt kannski að henda reiður á það alla, en það er líka til þess að lita ekki umræðunum of. Við hins vegar getum auðvitað lesið skýrsluna eins og aðrir og dregið niðurstöðuna saman. Seðlabankinn gerði mjög merka skýrslu 2012 sama efni, hún var aðeins víðtækari, þar var farið yfir alla valkosti sem svona mennur sammála að koma til greina í gjaldmiðlamálum. Seðlabankinn þá benti líka á að það væri orðin mjög opin spurning hvort að ábatinn væri meiri heldur en kostnaðurinn. Ábatinn af sjálfstæðan gjaldmiðli felst fyrst og fremst í raunverulega sveigjanleikanum sem hann getur skapað, en Seðlabankinn benti þá á að krónan væri meiri uppspretta sveifluna í íslenska hagkerfinu heldur en tæki til þess að draga úr þeim. Raunar er það þannig að þið farið yfir söguna þá eru það kannski fyrst og fremst 2 meiri háttar áföll sem krónan hefur komið okkur til góða. Það er síldarhrunið 1968 og svo er það bankakrísan 2008. Þar á milli leið langur tími og þar í sjálfu sér komur okkur ekki til góða. Við getum sagt að síldarhrunið er ólíklegt að endurtaka sig, það voru mistök sem allir eru sammála í dag. Hvað gerðist þar fyrir unga hlustendur? Já, við vorum með mjög umfangsmikla síldveðar. Sko, hvað hafum við langan tíma? Eftir síðari heimsstyrjöldina, Okay. við erum rólegir,
að þá kom í ljós að tækin sem voru þróð þá til þess að finna þýska kafbáta, að það var líka hægt að nota sömu tæki til þess að finna fisk. Okay. Og þetta gjörbreytti síldveiðin. Það voru 2 meiri hátta breytingar sem urðu, annars vegar það að sem sagt, þessi sónartækni, að það var farið að nota hana til að finna fisk og hitt kallað powerblock og svona leið til þess að kasta út nót. Þessar 2 tæknibyltingar urðu til þess að við gátum farið að veiða miklu stærri hluta af síldastofninum en áður hafði verið mögulegt. Það hafði verið rosalega erfitt að veiða hana raunverulega. Maðurinn hafði bara ekki tækni til að veiða niður stofnin. En þetta eru við og norðmenn og nokkrir aðrir sem bara ráðast á þennan stóra stofn. Þetta er gríðarstór stofn. Og á nokkrum árum að þá veiðum við bara eiginlega, sko, í síldarallinu 1969 þá fannst engin síld. Ekki eitt sporður. Það var augljóslega síldat núti vegna þess að stofnin jafnaði sig á 20 árum en þegar að síldin hvarf hún bara svo dögg fyrir sólu bara einn daginn og þetta var meiri háttar áfall fyrir Ísland. Síðan þannig að við getum sagt slík mistökur ólíklega að gerast aftur vegna þess að við höfum lagað svo mikið hjá okkur fiskveiðistjórn og vísindalega ráðgjöfin er miklu betri en hún var og við vitum miklu betur stærð þessara stofna og þannig að við erum ólíklega til að endurtaka það. Bankahrunið, já, ég ekki að segja við lærðum mjög mikið af því og íslenski bankar eru mjög vel fjármagnaðir og öruggar stofnanir og það er ólíklegt að Ísland taki sambærlega áhættu aftur þannig að við getum krossað þessi 2 af síðan hvað getur framtíðin borið í skauti sér er auðvitað óvíst en það sem hefur verið að gerast er að íslenskir útflutningsatvinnuvegir hafa verið að verða stöðugri og stöðugri. Sjávarútvegurinn hefur orðið miklu stöðugri einfaldlega með kvótakerfinu. Það er miklu meiri fyrirsjáanleiki þar, það eru miklu minni sveiflur þar. Álútflutningurinn, þar hafa breytingar á einfallega samningu landsvirkjunar við fyrirtækin gert að verkum að íslenska hagkerfið er minna háð sveiflum á álverði heldur en það var. Ferðaþjónustan er uppspretta sveifluna, það er bara þannig innaður, ég viðurkenni það alveg. En reynslan frá COVID sýndi að það þurfti alls ekkert að grípa til í sjálfu sér þessa sveigjanleika gjaldmiðilsins. Við stóðum það ágætlega af okkur, einfallega vegna góðra stöðu ríkisfjármála í aðdragandanum. Og síðan er það þá 4. stoðin sem er svona þessi þekkingageiri sem eru alls konar fyrirtæki heilbrigðisgeiranum og leikjaframleiðendur og íslenski tónlistamenn og allt þetta. Sá geiri er geysilega stöðugur og raunverulega mjög kannski sá auðvildasti að spá fyrir orðið að hann tikkar bara. Þannig að það hefur fækkað rökunum með sveigjanleikunum en rökin á mótunum eða rökin fyrir stöðuleika að þau standa eftir og þess vegna held ég að þessi ályktun sem við drögum sé fullkomlega eðlileg. Já, sko, kannski ein spurning ef ég fara aðeins tilbaka og upphæðlega spurningum og spyrja bara af hverju var fyrstulega ákveðið að fara í þessa skýrslu og ertu ánægð með niðurstöðun og skýrslunni og svo mögulega sko stjórnarandstaðan hefur verið að tala að það er enginn að tala þessa skýrslu núna, hefur viljað fleiri kynnt sér hana með núna í ágúst? Já. Hún var hluti af stjórnarsáttmála, þetta var einfallega eitt af því sem að var rætt að yrði gert. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum stöðut með umræðu þetta. Við rekum minnsta fljótandi gjaldmiðil í heiminum og þú veist, þá er alltaf eðlilegt að sé spurt af hverju er enginn að fara okkar leið, af hverju er við ein þar. Þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir íslenska, sérstaklega bara íslenskan almenning, varðandi allan fyrirsjáanleika og síðan auðvitað íslenska útflutningsatvinnuvegi og þá kannski sérstaklega ferðaþjónustuna og þekkingagreinarnar. Hinar eru svona meira bara hér út af auðlindunum en þessar 2 eru viðkvæmar fyrir sveiflum. Og þess vegna þótti eðlilegt að spyrja þessar spurningar. Þá, þegar að beður skýrsluna, er raunverulega alls ekkert upp á borðinu það að við förum í þessa kosningu sem er núna í endaðan ágúst eða enda mánaðarins fyrir en þá átti það að vera 2027 þannig að en svo bara hluti breytast og hún kom þá á þessum tíma, hún kom bara leiðum að tilbúin. Já, mér langaði kannski aðeins að spyrja út í að því að eins og þú nefnir þá er þetta þessi þættir sem að stuðla stöndur í mynd og helstu stóðirnar í íslenska hagkerfinu eru stöðugar eins og en ef við horfum í þjóðhagfræðina og kannski meira makró
þá finnst mér svona á orðræðinni á þessum helstu Þórdísi Kolbrúnu, Þorgeiri Katrínu og þeim sem eru mikið á alþjóða vettvangi, minnst orðræðin vera þannig hjá þeim að við séum líka auðvitað bara umfjöllunum, við erum að fara í þetta deglobalization, höfum verið í sem að kannski stóra myndin er meiri óstöðuleiki. Já. Er það eitthvað sem að Já, ég er þar líka sko. Það er fínt að taka gjaldmiðlinn og gjaldmiðlinn er svona konkrétt mál, margir á skoðun á honum, hann veldur tvímælalaust kostnaði fyrir Íslands samfélag að mínu mati. En lítil hagkerfi eins og íslenska hagkerfi, lítil opin hagkerfi, þar að segja það sem er með mjög mikla utanríkisverslun, að þau hafa blómstrað eftir síðari heimsstyrjöldina, ég ætla aftur að koma að því, vegna þessi kjölfar hennar þá ákveða Bandaríkin að koma á kerfi í samskiptum þjóða sem byggði á lögum og reglum. Og þetta eru Sameinuðu þjóðirnar, þetta er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankin, þetta er það sem kallaði GATT, heitir núna WTO, Alþjóðaviðskiptastofnunin, menn fara að vinna á grundvelli reglna og laga og ekkert hentar litlum ríkjum betur heldur en það. Þá er það ekki þannig að might makes right, svo ég megi sletta aðeins, heldur þegar þú hittir bandarísk stjórnvöld í dómsalnum, já þá ert þú bara að berjast á eins konar jafnréttis grundvelli, getum við sagt. Hanski Andersen sem var nú mjög sentral í baráttunni fyrir útvíkun landhelginnar, sagði að fyrir smáþjóðir væru alþjóðalög sverð þeirra og skjöldur og ég held að það sé alveg rétt. Og þess vegna er það mjög alvarlegt mál að Bandaríkin hafi snúið bakinu við þessu kerfi sem þau komu sér upp. Og ég hef hlustað mikið á hann Mark Carney sem er fórsturáðherra í Kanada. Hann hefur talað mjög tæpitungulaust, enda eru þeir í mjög erfiðri stöðu Kanadamenn, þar sem að þeir eru raunverulega svo miklu meira háðir Bandaríkjunum heldur en við erum, varðandi viðskipti. En hann hefur mjög talað fyrir því að við þurfum að koma þá á einhvers konar öðru fyrirkomulagi og þar er ég algjörlega sammála. Ísland þrífst best þegar það fær að berjast á jafnréttis grundvelli, ekki á grundvelli efnahagslegs eða hernaðarlegs máttar sem eru auðvitað ekki á okkar hlið. Já, þannig að við sammála að við séum nokkuð stöður inn á við en alþjóðum hverju sé öllu óstöðura. Já, og við erum rosalega háði. Þegar ég var að kenna erlendum nemendum við háskólan og ég vildi útskýra hvers konar hagkerfi, íslenska hagkerfið er, að þá spurði ég, getið þið bent mér á eitthvað í þessu herbergi sem þið haldið að hafa verið framleitt á Íslandi? Já. og svo þá, af hverju eru þessi hlutir hér? Ég meina, eru þessi útlendingar bara að gefa þá? Nei, við framleiðum eitthvað til þess að gera mjög fátt. Við fórum yfir það áðan. Í sjálfu sér er þetta bara fjóri flokkar af varningi og kaupum eiginlega allt hitt. Og það hefur umverulega verið þannig í Íslandssögunni eins og ég túlkana að lokað Ísland hefur verið frekar harðbýlt Ísland og opið Ísland hefur bara verið býsna gott Ísland. Vegna þess að við sitjum á stærstu auðlindum, ég veit ekki hvort þið vitið þetta, en Ísland toppar og þá meina ég, allar hina þjóðurnar eru bara svona punktar meðfram 0 ásnum, toppar statistíkina varðandi fiskveiðar á mann og raforkuframleiðslu á mann. Við erum algjör stórveldi. Það er bara, normenn eru svona aðeins fyrir ofan 0 í raforkuframleiðslu, en við erum það langt fyrir ofan. Þannig að við erum með svakalegar gjafir frá náttúrunnar hendi, en auðvitað lítinn mátt til þess að verða eitthvað iðnaðarstórveldi. Og raunar fullkomlega eðlilegt að við höfum bara eiginlega sérhæft okkur í því að nýta þessar auðlindir og gera úr þeim verðmæti og okkur tekist það mjög vel. En það er háð aðgengi af mörkuðu. Við getum ekki lifað, þið vitið, líf með 15 kíló af fiski á dag og 2 af áli er ekki mikið líf, sko. Við viljum viðskipti. Klart. Maður horfði á Silfrið í gær sem var áhugavert í meira lagi. Mér varst þetta Lilja kom með góðan punkt og hann talaði að Seðlabankinn hafi gert 98 athugasemdir við skýrsluna. Ég ætla nú ekki að biðja mér ekki allar athugasemdirnar en þú veist, flestar þeirra voru mjög uppbyggilegar. Þetta eru það sem kallað er empírískar rannsóknir, þarf ég að þýða það. Þetta eru rannsóknir á raunveruleikunum eins og hann er. Og
í sveiflukenndu hagkerfi svo íslenska hagkerfinu þá skiptir miklu máli hvaða tímabil þú velur til þess að byggja rannsóknina þína á til hvaða breyta hún nær, hvernig það eru reiknaðar, hvernig þú tekur tillit til verðbólgu og allt þetta. Þetta eru eðlilegar, tæknilegar athugasemdir. Fjármálaráðuneyti gerði líka fullt af athugasemdum, skýrslan batnaði við það og ég held hún hafi orðið betri vegna þess að við miðluðum þessum upplýsingum til þeirra sem unnu skýrsluna. Sko eitt sem við höfum kannski ekki verið nægilega duglegir að byrja jáar að er að það er alltaf að tala ég held meiri að hörðustu neyjararnir eru sammála því að vextir og verðbólga munu lækka ef við göngum í Evrópusambandi öll hinn aðildarríkin hafa sýnt það veit ekki okkur Íslandi ætti að vera eitthvað öðruvísi en þá er talað að við munum bara fá atvinnulegs og annað í staðinn. Já, ég nefnilega það byggir aftur á nokkrum forsendum. Okay. Í fyrsta lagi byggir það á þeirri forsendu að íslensku vinnumarkaður sé ekki sveigjanlegur. Og sögulega hefur hann í sjálfu sér ekkert verið neitt sérstaklega sveigjanlegur. Við erum lítil þjóð og það hér hefur verið mjög lítið atvinnuleysi. Þannig að við getum sagt og alls engin hefð fyrir því að laun lækki nokkuð tíma. Þannig að þegar að laun eru lækkuð á Íslandi þá er það gegnum að fella krónuna. Þetta hefur hins vegar verið að breytast og nú er það þannig þegar að ég var á ykkar aldri svo ég bara undirstriki aldursmunin á okkur nei þakka, verður nú rólegur að enga móðganir ég er ekki svo gaman en þá voru þú veist útlendingar í íslenska hagkerfinu teljandi á fingurum annar handar núna er þetta þriðungur þjóðarinnar og við sáum það í COVID að sveigjanleiki íslensk vinnumarkaðar er algjörlega vanmetinn en hann felstur umverulega í því að þetta stöðu að flæði vinnuafls það breytist. Þegar við talað hvert atvinnuleysi er núna ég ætla ekki yfirherrið ykkur, það er anstíkilegt. Þetta er okkar þáttur. Þetta er ykkar þáttur, en ég ætla ekki að vera með neina prófspurningar. Bítu. En atvinnuleysi er núna svona einhvers staðar 4,1%. Meðal Íslendingar að 2,5% og hefur ekki haggast árum saman. Já. Allar sveiflur í atvinnuleysi á Íslandi árum saman hafa verið meðal þessa aðflutta vinnuafls. Það er auðvitað alveg jafn sorglegt fyrir einhvern erlendan aðila að missa vinnuna eins og Íslending. En flestir þessar útlendinga eru hingað komnir til þess bara að sækja sér vinnuna. Og það er þess vegna öðruvísi áfall fyrir þá, heldur en Íslendingin sem ætlar að búa hér og á börn og skuldbindingar, heldur en einhvern sem er hér bara til að afla sér tekna, til að fara síðan heim aftur og eyða þeim tekjum. Honum stendur til boða miklu stærri erlendur vinnumarkaður sem valkostur með við íslenska vinnumarkaðin meðan að Íslendingur stendur til boða það sem er innan akstursfjarlægðar frá heimilans. Þessi nýfundni sveigjanleiki sem við sáum svo greinilegi COVID að er til staðar gerir það verkum að ég hef minni áhyggjur af þessu. Ég ætla samt að vera fullkomlega hreinskilinn bæði höfundar skýrslunar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í alveg nýlegri úttekt á íslenska hagkerfinu Seðlabankinn árið 2012 aðila vinnumarkaðarins, allir eru sammála það að óháð því hvernig þetta atkvæðagreiðsla fer og óháð því hvort að Ísland gangi einhvern tímann í Evrópusambandið þá þarf að endurskoða íslenska vinnumarkaðsmódelið. Við höfum of mikið slitið sundur eðlileg tengsl sem ættu að vera á milli framleiðni aukningar og launa. Og ef að þau tengsl rofna og eru rofin mjög lengi, þá mun á endanum gera Ísland ósamkeppnis hæft við útlönd og eins og ég sagði þannig þá er lífið á Íslandi ekkert sérstaklega gott. Þannig að menn getur auðvitað sagt þú veist að þetta sé vandamálið að hættan, ég myndi segja að þetta er vandamálið að hættan óháð því hvernig niðurstaðan er í ágúst. Já, mjög gott. Margt smátt og meira til, meira.is. Jú. Þeir merkja allt sem er hátt og allt sem er lágt og allt milli heimis og allt milli jarðars, sérmerkingar af gildan, eru með fleiri svona white label fatnað sem er hægt að merkja með hverju sem er. Og er þetta að fá allt annað? Bólir, peysur, derrur, you name it? Þú getur fengið bolla, þú getur fengið tí, þú getur fengið golfbolta. Geðvegt. Ef þið dettur það í hug, þá geta þeir merta. Það er bara spurning hvert tilefni er, hvort það er einmitt einhver glæðskapur hjá vinunum, hvort það er
Tækifærisgjöf. eldgamla stekkjunin eða gæsunin eða tækifærisgjöf eða golfmót eða fundarhöld eða Það er nú ótrúlega að við eigum engan katvarning. Við þurfum eiginlega að græja, Já, margt smátt græja eitthvað. það skrifast á okkur. Við erum samt bara að vera í 6 ára. Mér langar líka í svona landslýsvarning. Já, fyrir Ísland. Já, Já, hérna við þurfum að fá góða eitthvað húfu svoleiðis. og- Já, Kaldi er auðvitað okkar menn. Kaldi 0% er svona sá sem ég hef verið að södra á og einhvern veginn bregst aldrei. Nei, ekki frekar en kaldi light sem ég er nú mikið í. Nei, þú ert lætkall en þú ert ekkert verið í sumarkaldanum í sumar eða hvað? Eitthvað aðeins, en ég fer bæði í sunnankalda, svo fer ég í sumarkalda og svo fer ég lightin. En ég er bara svo hrifin eins og ég kom inn á síðasta þetta. Þessi bleiki litur og nýja kalda ég á bara erfitt með að skipta. En ég ætti náttúrulega að vera duglegur í sumarkalda því hann er tímabundinn, sko. Já, hvernig lætur þið? Já, hvernig light ég? Mango Man, þeir eru auðvitað í kringlunni. Já. Og Birgir, þú ert Toppið til táar í dag. Þú voru nú ekki farið úr þessum jakka síðan Olga stílisti valda á þig. Já, ég ætla að vera í græna í síðasta þetta er annar, sko. Þetta er annar. Já, hún dressaði mig. Já, þetta er sexy. Þetta er hörku fatnaður. Já, þú ert á leiðin okkar líka. Og ég get ekki beðið eftir að fá stílista og segja mér hvað ég klæði mig illa. Hún mun nefnilega að gera það, en á mjög fallegan og góðan hátt, sko. Og segja mér hvað ég þarf og svoleiðis, það er nógu mikið fólki í mínu lífi sem segir mér hvað ég klæði mig illa, sko. Þannig að fínt að bæta aðeins við það. Nei, en Mango Man auðvitað með frábæran fatnað, sumarið jakka við dress, pólóbólir, nefndu það bara geðu ekki lófers, komið inn á það áður. 100%. Þannig að kíkið til þeirra. Við hefum fengið Bjarnar Benediktsson til okkar, hann var náttúrulega fjármálaráðherra lengi, hann talaði einmitt um það þegar maður hitta kollega síðan á Norðurlöndunum og sagði, hvað gerið þið þegar að launahækkanir fara umfram það sem við vorum búin að áætla? Og þá horfðu þið bara á hann og bara, það bara má ekki gerast. Ég veit það. En þið áttuð ykkur á því að Norðurlöndin, þessi nágrannalönd sem Bjarni er að tala um, þau voru með sama eða hliðstætt vinnumarkaðsmódul og við fram til 1990. Þá upplifa þau mjög djúpa kreppu og taka öll sín vinnumarkaðsmódel til endurskoðunar. Þannig að það er ekki þannig að, þið vitið, sænsk hagsaga sé gjör frábrugðin íslenskri eða dönsk. En þetta hefur stærra vandamál hjá okkur. En það var náttúrulega líka þannig að það var rosalega erfitt að eiga við þetta þegar að Ísland var eiginlega bara háð útflutningi á fiski. Þá voru rosalega mikla sveiflur. Skýrslan bendir á Ísland hafi 3-4 sinni meira flögt í fjármagnsstreymi en sambærileg lönd og gengisveiflur krónunar magni oft upp áföll frekar en að deyfa þau eins og hefur verið talað um. Það segir líka Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, komið skýrslu núna bara í endamánaðarins 30. held ég. Er þetta ekki svona það sem að þið taki helst úr skýrslunni? Jú, þetta er vandamálið og ég meina að þið hafið heyrt örugglega aðila vinnumarkaðarins tala sérstaklega kannski Samtök atvinnulífsins og Bjarna tala vinnumarkaðsmódelið og nauðsyn þess að breyta því og og raunar síðustu kjarasamningar sína að aðila vinnumarkaðarins telja að launahækkanir séu að einhverju leyti rót vandans. Það er hins vegar ekki það sem gögnin sína. Gögnin benda fyrst og fremst til þess að þetta séu ytri sveiflurnar sem að valda verðbólgu komin á stað og svo þessi útbreidda notkun verðtryggingar. Þegar olíuverð hækkar vegna stríðs í Miðausturlöndum þá hækkar vísitala neysluverðs af því við flytjum alla þessu olíu inn. Þegar vísitala neysluverðs hækkar þá hækka allir leigusamningar og allir langir innkaupasamningar og allir verkkaupasamningar og meir og minna allir samningar á Íslandi. Það leiði til þess að vísitala neysluverðs hækkar mánuðinu eftir. Það leiði síðan til þess að allir samningar, allir leigusamningar, allir lánasamningar, þið vitið. Og þetta er mjög óheppilegt. Við þurfum að takast á við þetta. Vísitalan, verðtryggingin var svona hækja sem við komum okkur upp meðan að verðbólga var bara 2 stafa tala á hverju einasta ári. Við þurfum að fara að venja okkur af henni. Já, til að slúta þessu umræðinni, þú hefur svaraði sjálfur að evran sé engin töfralausn en mögulega betri lausn? Ég er þeirra skoðunar, tvímælalaust. Ég held að það mun leiða til lækkunar vaxta, það mun líka hjálpa okkur að fá gott, stöðugt, fyrirsjánlegt akkeri fyrir verðbólguvæntingar til lengri tíma sem eru á Íslandi alltaf mjög lausar. Það er auðvelt að koma verðbólguvæntingum upp og það er vandamál. Ef allir halda verðbólga muni hækka þá hækkar verðbólga. Þetta mun lækka viðskiptakostnað, ég veit hvort áttu ykkur á því, en Íslendingar borga mjög mikið fyrir að skipta eigin gjaldmiðli yfir í aðra gjaldmiðla, sérstaklega evru. Bara af því við gefum það mjög mikið en við borgum sérst premíu fyrir það.
Þetta þýðir að allir markaðir hérna eru frekar lokaðir, áhugi erlendra aðila á að koma hingað inn er takmarkaður vegna þess að þeir bara hafa ekki áhuga á áhættunni í kringum gjaldmiðlinn. Ég get sagt ykkur einu sögu, ég hef mikinn áhuga á innkaupum hins opinbera, mikinn áhuga á því að draga úr kostnaði vegna innkaupa hins opinbera. Mér finnst ekki ríkið njóta stærðar sinnar í innkaupum. Við gerum tilraun með heilbrigðisráðuneytinu að gera þá einu breytingu að gera útboða nokkurnu lyfjum í evrum. Áhrifin voru ótrúleg. Verðin sem okkur buðust voru miklu munlægri og þá það vegna þess að erlendir aðilar treysta sér til að taka þátt. Þeir verðleggja áhættunni í íslensku krónu algjörlega út í bláin, í fullu ósamræmi við raunveruleikann. Eðlilega kannski? Já, ég held hversu miklum tíma eyður í að rannsaka íslenska hagkerfi að þú sendir inn tilbúðu, kannski ákveður bara að sleppa því. Þannig ég held að sé bara mjög mikið af þessum vandamálum og síðan auðvitað fyrirsjáanleiki, ferðaþjónustunar, fyrirsjáanleiki, hugvirkadrifna iðnaðarins myndi gjörbreytast við þetta. Og þrátt fyrir háa vexti, þrátt fyrir mikla sveiflur, hefur Ísland náð ótrúlegum árangri á sviðum þar sem maður hefði haldið að við ættum erfitt uppdráttar. Og ég held að það sé hinn óbilandi íslenska bjartsýni. Ég meina þér það ekki eitthvað eigin fyrirtæki. Ég get alveg sagt ykkur að hagfræðingar stofna aldrei fyrirtæki þegar þeir vita hvað áhættan er mikil í því. Að þú þarft að vera pínu svona, pínu bjartsýn, bara orðað með jákvæðum hætti til þess að ráðast í þá. Íslendingar eru mjög bjartsýnir og það hefur gert að verkum að við erum með óhemju öfluga nýsköpun á Íslandi. Áður en færum okkur í aðra sálma, þetta er góður punktur og merkilegur sem nefnir með sveigjanleika atvinnulífsins sérstaklega í COVID og hvernig landslægi hefur breyst með tilkomu aðflutta vinnuaflsins. Að það er kannski svona helsta sem að maður hefur áhyggjur af að þeir getum ekki gengisvelt gjaldmiðlina atvinnuleysi rjúki upp þegar að skóan kreppir að. En ég velti því fyrir mér, veistu hvað er stór hluti vinnuaflsins í dag sem að er aðfluttur, eða á vinnumarkaðan? Hvað er mikið sveigjanleiki sem við fáum þarna? Þetta er að stærra en 30%. Þetta er gríðarlega mikið. Það er svoleiðis. Já. En þú veist, þar að veru vantilega talsveit margir sem eru bara búsettir og búin að Já, og við ættum ekki að flokka raunverulega með. Já, því þeir eru raunverulega bara, eins og Íslendingarnir sem ég lýsti áðan, ef þeir missa vinnuna þá er það bara algjör katastróf. Já, þannig að þetta er það byrjum 30% án þeirra. Nei, með þeim. Með þeim, já. Án þeirra, það er lægri tala. Já. Aðeins í ríkisfjármálin, ríkisstjórnin stefnir á hallærisfjárlög 2027 upp á 1 milljarð í afgang eins og allir hlustendur þekkja. Ég var eftir að koma ykkur óvart. Já, ég get ekki beðið. Ég vil gera betur en það. Alþjóða gjaldeyrisjóðurinn spáði því að það náist ekki fyrir árið 2031 og kalla markmiðin hæfilega metnaðarfull. Við spurðum Þorgeir þessu líka, raunhæft markmið eða óskhyggja? Algjörlega raunhæft markmið og ég vil í fyrsta lagi segja, ég spurði nú af því ég var spurður að þessi morgun líka eftir ríkisstjórnarfund, les engin skýrslur Alþjóða gjaldeyrisjóðsins. Ég las bara headlineið Já, en á hverju einasta ári þá koma þær með þessar skýrslur og raunar fyrir meira og minna öll ríki heimsins. Þegar þeir spá fyrir þróun ríkisfjármála þá taka aldrei tillit til ósamþykktra aðgerða. Einmitt. Sem þýðir að það er aðgerðir sem við ætlum að grípa til þess að þetta ná hallaleysi og voru boðaðir í fjármálaáætlun í vor, það eru ekki inn í spá Alþjóða gjaldeyrisjóðsins. Þetta er bara eins og staðan er núna. Þetta er bara eins og staðan er núna og ef ég fer núna bara í frí og bara hætti í vinnunni, þú veist, ég legg frá engin frumvörp í haust, engan bandorm, setur á sjálfstýringu. Setur bara sjálfstýringuna og fer bara til spánar. Að þá fer þetta svona. En ég lof ykkur því ég ætla að vera í vinnunni á hvernig degi. Já, vel gert. Einmitt talaði hann á jafnvægi ríkisrekstri árið 27 og hann talar um þetta, það sem ég ætla að spyrja bara hvaða aðgerðir eru þetta sem þú ert að tala um? Við erum auðvitað búin að vera með mjög víðtækar aðhaldsaðgerðir og ég verða að viðurkenna að bakgrunnur minn sem millistjórnandi hjá hinu opinbera, ég var sem sagt sviðsforseti félagsvísindasviðs í 7 ár, hefur gert mér mjög metnaðarfullan í aðhaldsaðgerðum sem ég held að sé töluvert rými fyrir og við höfum verið að reyna að nálgast það með öðrum hætti heldur en fyrir stjórnvöld hafa gert, þar að finna bara einstök verkefni. Ég er með ýmislegt í gangi. Við erum sem sagt í samstarfi OECD og það sem kallað er endurmat útgjalda sem er bara aðferðafræði til þess að stýra ríkisútgjöldum. Við erum með innkaupamálin, við erum með fjármögnunarmálin, við erum síðan með einstök
einstök útgjaldasvið sem við erum að fara sérstaklega yfir og svo eitt frumvarp í viðbót sem kemur í haust sem algjör breyting á því hvernig ríkið ræðst í stærri framkvæmdir, breyta fjárfestingaverkefnunum. Ríkið því miður hefur oft farið bæði fram úr kostnaðar og tímaáætlunum þó svo aðrir gera það ekki. Ég get að vísu nefnt dæmi ríkisaðila sem hafa staðið sem mjög vel, Landsvirkjun þar dæmi, Ísavía líka. En þetta snýst hvernig hlutirnir eru gerðir og þannig ég að reyna að taka til og svo hafa þetta verið boðaðar ákveðnar tekjuaðgerðir eins og hækkun á bankaskatti og virðisaukaskattur á baðlón og svona. Já, komum því að þér. Það væri auðvitað gaman að taka heilan þáttum þessar aðgerðir sem að þú tala með ráðast í. Já, ég hefði áhuga á því. Má ég koma aftur? Þú ert alltaf velkomin, höfum það alveg á hreinu. Okay. En ef þú getur svona sagt okkur kannski aðeins betur frá þeim. Stærri framkvæmdirnar, ef við farið það? Já. Sko, þar sem sagt, í dag það þannig að ef þú færð ef þú leggur fram áætlun færð hana fjármagnaða að það raunverulega fer framkvæmdin á stað. Það eiginlega bara, það nefnd sem heitir samráðsnefnd opinbera fjárfestingar, SOF hún kölluð, sem raunverulega bara svona gatekeeper og hún eiginlega gerir bara þetta. Þannig áætlun, búið fjármagnana, ef já, þá góð. Ekkert nákvæmlega landan að gera þetta svona. Okay. Við erum að gera þessar breytingar á norskri fyrirmynd og þá það þannig að það eru sett 2 hlið og áætlunin fyrst yfirfarin og það alltaf borið saman við núllkostin. Það ekki reglan hjá okkur. Núllkosturinn að gera þetta ekki. Hvað gerist ef við gerum þetta ekki? Þannig að þá þjóðhagslegur ábati framkvæmdarinnar metin og raunhæfni áætluninnar sjálfrar. Annað hlið síðar þegar kemur að fjármögnun og raunhæfni áætlunarinnar. Norðmenn innleiddu þetta fyrir 20 árum síðan með mjög góðum árangri. Ég fór sjálfur og heimsótti norska fjármálaráðuneytið og við höfum unnið mjög náið með þeim í þessu og við erum að innleiða svona nálgun. Við stöndum okkur nefnilega ekkert óskaplega illa í minni fjárfestingaverkefnum en það eru stóru fjárfestingaverkefnin sem hafa iðulega ekki gengið eins vel. En þó, með undantekningum, við sjáum að bæði, eins og ég nefndi áðan, Landsvirkjun, Ísavía, svo ég nefni 2 ríkisaðila, hafa staðið sér mjög vel í að halda sér innan tíma og fjárhagsáætlana. Lykillinn hjá báðum aðilum miklu vandaðri eftirfylgni með verkefnunum. Vandaðri áætlanagerð og vandaðri eftirfylgni og það það sem við erum meðlega. Þetta er blendar tilfinningar hjá manni sem mér við þessu að því að nú elska ég gott aðald en mér geða stíla skrifræði og stærra bá. Allir stærri aðilar sem að hafa náð góðum árangri í fjárfestingum hafa innleitt eitthvað svona fyrirkomulag. Og þetta kostar aðhald en þið vitið alveg, ef þið ætlaði að kaupa ykkur hús þá eigið þið meiri tíma í það en ætlaði að kaupa ykkur súkkulaðistykki. Það bara eðlilegt. Stóra ákvörðin kalla á ígrundað mál. Stóra ákvörðin kalla á vanda ákvörðantöku. Ég ætla aðeins að fá meiri léttleika í þetta og byrja á einni öðvöldri. Finnst þetta ekki létt? Þetta mjög létt. Ég alveg hæst ánægður með þetta. Hvað telur þú að ríkið gerir í dag sem það ætti einfaldlega ekki að gera? Ég mjög efins alla aðkomu ríkisins á samkeppnismörkuðum. Ég tel að það eigi að vera á hendi einkaaðila. Á sama tíma, þú veist, ég þeirra skoðunar að einangunarstarfsemi sem svona náttúrulega einangunarstarfsemi sé alveg eðlilegt að sjá hendi ríkisins en ég myndi vilja sjá ríkið draga úr afskiptum sínum á samkeppnismörkuðum. Já. Og minnka reglubyrði. Já. Fækka reglunum. Takk fyrir. Þetta verður megin áherslumál hjá mér. Milljarður í afgang 27 allavega. Einhverju tala um þetta sé gólsík í Excel, talað fórsetunnar að laun hækki 3,3% árið 2030 þegar 30 ára meðaltalið nær 7%. Erum við aftur komin í óskikjuna eða? Nei, ég get nú glatt ykkur með því að við erum komin með nýjustu tölur varðandi launafórsendurnar í hús og það lítur út fyrir að við höfum alls ekki verið á bjartsýn. Okay. Það gott. Nei, ég held að við séum bara á réttri leið. Mér finnst þessi umræða pínurugl, ef ég má vera alveg hreinskilinn. Ef þú ert með einhvern rekstur og hann í mínus og þú ætlar kominum yfir núllið, já, þá það bara þannig að einhvern daginn hann mjög nálægt núllinu. Það að gera það að einhverju skrýtnu, já, ef þú ætlar yfir núllið þá þarf einhvern veginn að vera nálægt í. Já. Þannig að ég bara botna ekkert í því af hverju það einhvern veginn
einhverja efasemtur þetta. Ég skil alveg sko að menn fristist til að halda að þetta sé einhver leikaraskapur, en ég vil þá í því samhengi benda á að eftir að lögum opinber fjármál voru samþykkt, að þá byggir þetta allt saman á mjög skýrri aðferðafræði sem fær ytri rýni hjá sem á þá að tryggja það að það sé ekki maðkur í misunni. Og við höfum einmitt verið að styrkja hana vegna þess að ég er mjög hrifinn af lögum opinber fjármál. Mikill stuðningsmaður þeirra. Ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað tæp 20% frá 2018, mun meira en á almennu markaði? Það er að vísu ekki rétt. Þetta eru starfsmenn hins opinbera. Já. Ríkisstarfsmenn? Nei, þetta er nefnilega aðalega starfsmenn sveitafélaga. Ríkisstarfsmönnum hefur fækkað miklu minna. Ég ætla samt að ekki að gera lítið úr því að það er alltaf alveg rosalega mikilvægt að við metum og endurmetum þörf fyrir opinbera starfsmenn. Ég þarf ekki að útskýra fyrir ykkur að eiginlega allir skattar með 2 litlum undantekningum valda einhvers konar skerðingu tapi í samfélaginu. Undantekningin eru græni skattar og auðlindagjöld. En auðlindagjöld eru skattar? Já, sko, auðlindagjöld eru samt innheimta auðlindagjalda veldur ekki allra tapi. Nei. Ef það er rétt gert. En sem þýðir auðvitað að þið vitið með 29% umfangi í íslenska hagkerfinu að þá erum við með töluvert mikið af slíkum sköttum, þið vitið skattar á tekjur dragur, hvaðanum til þess afla sér tekna, skattar á neyslu dragur, neysluviljanum, allt þetta. Þannig að við þurfum alltaf að vera að bera saman kostnað og ábata og það sem er svona erfitt og krefjandi við að vera í þessu starfi er að þú ert með röð, langan lista af góðum málefnum sem verður að segja nei við. Og fáir að byggja minna líklega? Hvað segirðu? Fáir að byggja minni penning líklega? Enginn að byggja minni penning, ég minnist þess allavega ekki. Það getur verið að hafa rátt fyrir mér. Og það sem er kannski, það sem að mér fannst erfiðast sem millistjórnandi í Hinu opinbera hjá Háskóla Íslands í öll þessi ár, var að mér fannst vanta hjá ríkinu það sem kallað er creative destruction. Schumpeter talaði creative destruction. Þegar fyrirtæki fyrir á hausinn, þá er þetta rosa leiðilegt fyrir þá sem áttu fyrirtækið. En það er ekki endilega vont fyrir hagkerfið. Vegna þess að raunverulega markaðin er búin að svara því að þetta fyrirtæki hafi ekki rekstragrundvöll, resursarnir sem fara í það séu raunverulega meira virði heldur en outputi sem það framleiðir, bara borga sig að hætta þeirri starfsemi og endurdreifa resursunum. Þetta gerist því miður ekki sjálfkrafa hjá ríkinu. Og ég nefndi áðan endurmat útgjalda, eins og það hljóma nú eins og tæknileg embættismanna hugtak, að þá er það hugmynd sem gengur út á það að reyna að koma einhverju hliðstæðu ferli á stað. Þannig að fyrir mér að það skiptir miklu máli að við horfum mjög stíft alltaf á þau útgjöld sem við erum með og spyrjum okkur spurningarinnar, mundum við samþykja þau í dag ef þau væru ekki til staðar. Og það er svona, en það er hugmyndafræði sem er svolítið erfitt að innleiða. Það er eðlilegt að stjórnmálamenn falli svona í það svolítið, ég þar með talinn, að horfa bara á þessa viðbót sem kemur vegna hagvaxtar á hverju ári og raunverulega vilji ekki takast á við hagræðinguna vegna þess að hún er sársaukafull og erfið. Er ekki líka alltaf að tala um kerfið vera alltaf sjálfseg? Eðlilega. Já, eðlilega. En já, talandi um þá, ríkist opinbera starfsmenn. Og ég ætla að taka það fram að sem millistjórnandi hjá Hinu opinbera í 7 ár þá náði ég engum árangri með þetta. Þannig ég skil ógeðslega vel að þetta gangi ekki vel. En sko, spurningin okkar er sko fækkunum sem búið núna, ég ætla að segja bara 1%. Já. Hefðu átt að fara enn grófar í það? Eins og ég segi aftur, fjölgur ríkisstarfsmanna með fjölgur þjóðarinnar er nú bara svona á pari sko, þannig að ég held að það verði að byrja í einhver staðar og ég held að þetta hafi verið bara svona eðlileg hófleg krafa. Síðast þegar þetta var gert, þá var þetta sömu stærðagráðinni. Það gafst það vísu ágætlega, þannig að kannski gerum við þetta aftur. Já, sko, fjölgun er á pari, en finnst þér fjöldi ríkisstarfsmanna vera á pari við fólksfjölda? Sko, ríkisstarfsmanna, við erum ekkert út úr takti þar. Opinberi starfsmenn, við þurfum að passa okkur. Já. Ég meina að þetta er á endanum þannig. Þið veitir að
við sköpum hérna verðmæti, svo einhver ákveðin þjónusta sem við viljum hafa dómsvald sem að ver eignaréttin og löggjafavald og við viljum hafa innviði eins og vegi og svo viljum við hafa heilbrigðiskerfi og menntakerfi og eitthvað svona. Við viljum hafa öryggisnet. Ég held að það sé nú svona eitthvað sem allir íslenski stjórnmálaflokkar eru sammála þar að segja í formi atvinnuleysisbóta, örorkubóta og annars slíks. En það verður samt augljóslega þannig að því umfangsmeiri sem ríkisreksturinn því þyngri eru byrðarnar á undirliggjandi atvinnulíf og það bitnar á öllum. Þannig að þetta alltaf trade-off. Ríkisreikningur fyrir 2025 sýndi 182 milljörðum króna halla, rúmlega þrefalt meira en ári áður. Hvað gerist árið 2005? Við breyttum bókhaldsviðmiðunum og það voru 2 liðir sem að fyrst og fremst breyttust. Það voru annars vegar uppreiknaðar lífeyrisskuldbindingar og hins vegar að þá var verið að falla frá fyrirkomulagi á gjaldfærslu virðisaukaskatts hjá hinu opinbera sem að mínum persónulega huga var pínu bókhaldssvindl fortíðarinnar. En við hættum því og þá kemur eitt svona högg. En það var einskiptis? Já. Annað sem við höfum tóltið rætt í þessu þætti og það er gott að vera með fjármálaráðherra, gaman að tala við hann. Það er þessi lögfesting tengingar bótagreiðslna við launavísitölu? Já. Sorry. Endurmatið á lífeyrisskuldbindingunum, er það eitthvað sem að muni uppreikna síðan árlega að vera? Já, við losnum ekki við það. Nei. Þannig að þegar að verða mikla breytingar á launum þá verða mikla breytingar á þessum uppreiknu lífeyrisskuldbindingum. Þetta er fyrst og fremst B-deild LSR sem eru þetta leifar frá gamalli tíð en það er svona eitt af þessum vandamálum sem að verður áskorun fyrir mig eftir menn og konur sem koma á eftir mér í einhver ár áður en að við klárum það út úr kerfinu. En já, þarna lögfestinga tenginga bótagreiðslna talaðu einhverju hagfræðingar tölu ríkisfjármálalega tímasprengju, þú stuttir þetta? Já, ég skil alveg hvað menn er að fara. Við viljum ekki marga útgjaldaliði hér á ríkinu sem hækka sjálfkrafa vegna þess að eðlilega þá draga þeir úr öllu öðru svigrúmi. Og eins og ég sagði áðan, hver króna sem er eitt á eitt stað, hún verður ekki eitt á öðrum stað og hún er tekin einhver staðar. Þannig að allt eru þetta spurningar forgangsröðun og það við viljum að síðan mikil sveigjanleiki og mögulegt er í því. Ég ætla samt að segja að þetta er alls ekki eina svona dæmið. Það eru útgjaldaliðir í heilbrigðiskerfinu sem ríkið greiðir bara eftir því sem eftirspurnin er og við stýrum í sjálfu sér ekki. Né heldur stýrum við fjölda þeirra sem að þykja atvinnuleysisbætur eða örorkubætur. Það er svona bara ákveðinni sjálfstýringu. Við höfum bara skuldbindingu til að uppfylla. Ég átta mig á hvað þessi kollega mín er að segja en ég vil samt í þessu samhengi benda á að ef að sko pólitíski þrýstingurinn á að hækka þessa greiðslur hefur skilað meiri árangur en þessi reikniregla. Það er að segja að ef að henni hefði verið fyllt segjum frá aldamótum að þá væri þessi útgjaldalegu minni hjá ríkinu en núna. Í staðin fyrir að komi bara alltaf eitthvað gagnrýni að þetta sé oflátt eða? Já og alltaf, þið vitið, alltaf deilan hvað viðmiðunarhópi miða við og allt þetta og þannig að átómatísku hækkanirnar sem við erum að leggja til hefur skilað minni hækkunum á þessu tímabili heldur en pólitíkin skilaði sama hópi. Þannig að menn geta sem sagt, það er hægt að setja þetta fram sem svo að við séum frekar að koma skikki á svona ákvarðanatöku varðandi þennan útgjaldalið frekar heldur en að það sé þarna verið að opna fyrir meiri áttar áhættu. En ég skil alveg gagnrýnin. Já, þetta hljómar svolítið eins og hækjan sem verðtryggingin er að einhverju leyti? Já, en svo er það líka þannig, þú veist, ef við ætlum að hafa hérna velferðarkerfi, þá getum við ekki boðið þeim sem þurfa að nota þjónustu þess upp á kjör sem þeir get ekki lifað af. Við erum með einhver viðmið eins og lágmarkslaun og svona bara almenna launaþróun. Það að þessi hópur falli verulega og takti við almenna launaþróun, já, er náttúrulega bara skerðing á hans lífskjörum, sko. Af því að allt er í sjálf sér hlutfallslegt. Já, þetta er þetta mikið tilfinningamál og erfitt að ræða þetta, en þú veist, svo eru einhverjir liðir sem að koma inn í þarna sem að eru kannski ekki reiknaði til launa,
einhverja bætur og í einhverjum tilfellum getur Sko, skapast hvati til að fara af að því við tölum við ráðum ekki hversu margir eru á bótum en ef að hvatin verður til staðar þá er þetta hægt á því að einhverjum sjá að hagsinu betur borgið það. Já. Og það held ég bara alltaf viðvarandi verkefni. Það hins vegar þannig munið þetta Donald Rumsfeld sem var varnarmálaráðherra Bandaríkjanna byrjaði feril sinn í Hvíta húsinu með Nixon. Nixon vildi innleiða borgaralaun í ákveðinu útgáfu, það kalla neikvæði tekjuskattur. Ég held að vera 1970. Rumsfeld haldi þetta að vera alveg fráleitt vond hugmynd og þeir sættust á að í staðin fyrir að innleiða þetta almennt að það voru gera tilraunir í 2 borgum. Þær borgir bara fengu innleitt borgaralaun eða sem sagt neikvæðan tekjuskatt. Og sumt af því sem að svona einföld hagfræði myndi spá gerðist, atvinnuþátttaka kvenna minnkaði, en atvinnuþátttaka almennt minnkaði ekki. Ok. Því það var svona, og kostnaðurinn af þessu var það ekki sá sem að hinni neikvæðustu spáðu. Ég held að ef þú skoðar tölurnar bara fyrir afdrif þeirra sem verða fyrir slísi eða einhverjum áföllum og lenda á örorku, að þá er það raunverulega þannig að engar fréttir eru verri fyrir þig heldur en að fara í það og ég held að sjá offsjónum yfir afkomu þessa hóps sem mikil einföldun og raunveruleikanum. Og þegar ég hef átt samtöl við aðalega vinnumarkaðarins hvort sem verkalýðshreyfinguna eða samtök atvinnulífsins að þá eru allir sammála þetta og það sem ég hef lagt áherslu á í þeirri vinnu er að reyna að tryggja virkni eins og mögulegt ekki bara vegna þess að það sé ódýrara fyrir samfélagið sem það ég ætla ekki að gera lítið úr því, heldur fyrst og fremst vegna þess að það er betra fyrir einstaklingana sem verða fyrir þessu. Að halda þeim í virkni er það sem hefur mest áhrif á lífshamingju þeirra eftir þeir lendi áfalli. Kringlukráin að gera sér glaðan dag eða þú ert búin að koma við í Mango Men og bara einhverja klæðilega flík að kíkja við í kringlukrána og fá þér jafnvel einn kalda og pítsu eða steik. Hvernig væri það? Eða ef þú ert með einhverja ráðstefnu eða ert að fara á ráðstefnu engasamkvæmi, þá finnst mér voða gott sko, svo ekki sé minnst ef þú ert að fara í bíó. Einmitt. Þannig að það vantar ekki tilefnin. Nei, leikhús. Sko, þetta snýst bara um viljan á að fá eitthvað gott, góða þjónustu, góða mat. Það voru kringlukráin. Fáttum afsakanir fyrir því að fara ekki á kringlukrána. Þú getur alltaf fundið einhverja. Maður ætti að fara lágmarks vikulega. Já, ég held að það sé ágætisregla. Einu sinni í viku. Svefn og heilsa. Nú, þeir eru auðvitað með Durans ilminn sem að ég nýti mér óspart og sko ég tók eftir ég byrja að vinna á skrifstofunni á Fíla Ísland sem eru auðvitað fína vörur líka en þú veist, fólk kemur þarna og spyr, fyrst sem það segir er bara vákvæða gott loft og vákvæða góð lykt hérna og það er engin tilviljun sko, af því að þarna er lyktavél með ilminum sem að fælst í svefni og heilsu. Þannig að þeir eru ekki bara með rúm? Nei, þeir eru ekki bara með rúm, þeir eru með allt fyrir heimilið í raun og veru. Þeir eru með inni sko, ef því er að skipta. Þeir eru með stuðningspúða fyrir sæti en sko, svona óeiginleg varavikunni hjá mér er Durans ilmurinn. Ok. Af því að þeir eru með ilm sem er að setja í ilmvera, sem er að spreyja á kottaver, senguver. Bara að þú vilt hafa góða lykt, þá eru þeir með mjög góða lykt og eru þetta. Svo náttúrulega er ekki hægt að minnast á svefn og heilsu án þess að minnast á Van Dijk senguverin. En ég segi lökin sem að hafa bara tröllrið í Íslandi og eru þeirra svöluðast að vara, held ég alveg öruglega. Já, þeir eru að vörum alltaf landsmanna. Svo er það okkar menn í Krónunni. Ég fór í Lindir í gær, eitthvað að jögla kórunum og svo lindunum og við tölum skundalistan sem langar mig líka að tala fyndu vöruna sem að ég kom aðeins inn á þetta í síðasta þætti. Þá leitarðu bara vörunni og þú fær bara Google Maps Directions nákvæmlega hvar varan er. Þarfst ekki að fara fleiri og fleiri hringi í kringum búðuna. Ansið þægilegt. Já, hrein snill. Íslandsjóður getur skráði í áskrift í netbankunum hjá Íslandsbanka og fengið 100% afslátt af kostnaði við kaup. Glæsilegt úrvalsjóða. Já, hrikalega flott og auðvitað lágmarksupphæðin 5.000 krónur. 5.000 krónur. Það ætti ekki að stoppa neitt. Af því að ég skil samt að fólk miklu fyrir sér að leggja inn á sjó. Það einhvern veginn fyrir svona hinn almenna neytanda sem að kannski þyrfti helst að leggja fyrir mánaðarlega að fjárfest í sjóði hljómar eins og svona pínlítið yfirþyrmandi en þú veist, það er 5.000 króna lágmarksgjald og það er engin tilviljun. Þeir vilja fá alla inn
og svo veit ég að það eru kúrikar að hlusta á okkur sem er að kaupa í stökum bréfum en fyrir 80, 90, 95% megin þóra landsmanna Dreifa eignarsamni. já, bara leifa sérfræðingunum þetta Rétt, sammála því. en að því að Að því við fengið við erum alveg að tala við einhverja verkalýst og verkalýsleiðtoga sem að brá í brún þegar þeir sáu þetta. Já, ég Já, nei. get ekki kommentað á það. nei. Ég hef semst lagt fram mína skoðun. Já. Má ég samt spyrja þeir eru þetta í ríkisstjórn með Samfylkingu og Flokki fólksins þetta er ólíklega eitthvað sem hefði gerst ef að þið hefði ekki verið ríkisstjórn með Flokki fólksins eða hvað? Þetta var þeirra baráttumál? Já, þetta var þeirra baráttumál. Já, það má kannski segja það. Eins og ég segi, almennt eru efasemdir miklar sjálfvirkar útgjaldahækkanir. Já. Á jákvæðanótum, skuldabrjóðgáfa ríkisins í evrum í sumar fekk 12-falda eftirspurn og lægra álag enn í fyrri útgáfum, mikið Rósin Hapagat Daða. Er þetta til margs að markaðurinn trúi ríkisfjármálunum meira en innlend umræða? Já, það er nefnilega svolítið athyglisvert þegar maður lesi íslenska fjölmiðla þá er ég að standa með alveg herfilega. Allavega suma þeirra. Ef maður les erlenda fjölmiðla þá erum við bara eitt að fáum ljósum í myrkrinu. Okay. Og ég held að sögulega þá hefur vaxtaálagið á íslenska skuldir aldrei verið lægra og það þú veist, þrátt fyrir það sem það er áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og það er vegna þess að það virðist vera trúverðuleiki í stefnunni stöðuleika jafnvægi í ríkisfjármálunum. Þannig að við höfum verið að fá hækkað lánshæfismat sem mér finnst í sjálfsir ágætt en ég er miklu glaðar eins og þið yfir lækkun á álagi og eftirspurn eftir íslenskum bréfum. Vandamálið er hins vegar það eins og staðan er í íslenska hagkerfinu í dag þá getum við ekki nýtt okkur þetta. Okay. Við getum ekki dælt og það væri mjög óheppilegt ef íslenska ríkið ætla að fara að fjármagna sig í stórum stíl í evrum, skipta þeim yfir í krónur til að auka eftirspurnina eftir gjaldmiðli sem við myndum ógjarnan vilja sjá styrkja sér mjög mikið. Ég er ekki að segja að hann sé endilega í einhverju ójafnvægi en raungengi núna er mjög hátt. Þannig að við gleðjumst en nýtum okkur það ekki. Nei, ok. Vextur og verðbólga er næsta dagskrá hjá okkur. Verðbólgan var 5% þegar þessi ríkisstjórn tók við. Fór niður í 3,7% að meðaltali fyrsta árið. Núna aftur og uppleið og vextir komnir í vonandi ekki en svona einhverjum hækkunarfasa og stýrivextir eru 7,75. Þú eru auðvitað að tala opinskátt að við kannski ekki gengi sem skilda ná niður vöxtum eins og þau vonust eftir. Þá ætla ég að byrja og spyrja tímasetningin á þessari atkvæðagreiðslu. Skilur gagnrýnina að segja vilja ekki koma þessu í lag fyrst? Jú, ég meina, þú veist, það er sjónarmið. Ég held að mér hefur fundist, nú er ég búin að vera Evrópusinni mjög lengi og ég hef búin að fara yfir það svona gróflega sér hvers vegna. Ég held bara að Ísland eigi að vera í klúbbi með ríkjum sem eru tilbúin að beygja sig undir lög og reglur og virða lög og reglur. Ég ítrekkað heyrt að núna er ekki tíminn. Já, það er að máli spyrja þessar spurningar, bara ekki núna og ekki núna út af þessu, út af hinn og það virðist aldrei verið rétti tíminn. Það verður aldrei algjört logn í íslensku samfélagi og að sjá það fyrir með, 6 mánaða fyrirvara af ríkisstjórn sem er tilbúin að leyfa þjóðinni að taka afstöðu, það er bara, held ég, mingi það er bara tómt því miður. Heldur að neyjararnir sé ekki líka bara þar að það sé aldrei rétti tíminn að ræða þetta? Jú, ég held að þeir séu þar, það er umverulega það sem ég er að segja, þeir eru bara á því að það sé bara aldrei tíminn til þess að spyrja þessar spurningar. Varðandi verðbólguna, aftur snýst þetta fyrst og fremst verðbólguvæntingar og það er umverulega, ég meina ég horfi á verðbólgutölurnar en ég horfi miklu oftar á munin á verðtryggðum og óverðtryggðum vöxtum á ríkisskuldabréfum. Bara hvað segir markaðurinn að muni gerast? Og þær væntingar mjög langt fram í tíman losnuðu upp fyrir mjög löngu síðan. Það að ná þeim niður hefur gengið alveg herfilega illa. Einhverju leiti snýst þetta, eða ég held bara að öllu leiti snýst þetta trúverðuleika. Þetta snýst trúverðuleika ríkisfjármálana og peningastefnu Seðlabankans og að þessi tveir aðilar spili saman. Nú höfum við, algjörlega frá því við tókum við, undantekningarlaust talað að við myndum spila inn í það sem að Seðlabankin er að reyna að gera. Með því einmitt að ná ríkisrekstrinum í jafnvægi. Það sem olli þessari verðbólgu, að mínum mati og margar sérfræðinga, raunar Seðlabankin sjálfur farin að taka undir það, er
að COVID-aðgerðarnar voru ofumfangsmiklar og stóðu of lengi. Það var 800 milljörðum dælt út í íslenska hagkerfið af ríkisútgjöldum fjármagnaðum með lánsfé. Kerfið stóðu ekki undir í. Of margir peningar að elda of fáar vörur og þjónustu. Að ná niður þessum væntingum rosalega snúið verkefni. Og aftur svo ég vikið að þessu, þið veitir, hver væri helstu kostirnir við evru? Já, akkerið væri stabíla. Af því að það sem við búum við eru væntingar þarna úti það að krónan muni falla. Að raungengi sé orðið mjög hátt. Og þá reikna menn með því að sú lækkun á genginu muni valda verðbólgu. Fyrst umferðar verðbólgu sem bara hækkunin á þessum innfluttu vörum, síðan annar umferðar verðbólgu þegar að sú verðbólgu hækkun fer að valda hækkun á alls konar verðtryggðum samningum hingað á þangaðan samfélagið. Þannig að ég gef ekkert fyrir það. Ég held að þessi tími sé bara alveg góður og hver annar. Já, þá ein spurninga það sem kom frá hlustanda, hún svo góð að taka henni með þetta. Fá landsmenn ódýrara bensín fram að áramótum ef verðbólgudraugurinn heldur ekki áfram að lækka? Sko, ég held að þetta snúist fyrst og fremst þróunina í Hormús, ekki verðbólguna sjálfa. Þetta var aðgerð til þess að bregðast við þessu ákveðna ytra sjokki. Þar því miður hefur svo oft verið slegið í úr að ég hættur að fylgjast með fréttum það. Ég bara Já, ég veit það. Það ekki hægt að þá maður, markaðirnir fóru upp og niður, bara vik eftir viku, sko. Það sem áhugavert, finnst mér þó, í því öllu saman, að ég hélt mjög margir kollega mínir hagfræðingar, þið veit ég, erlendar, svona, hugverkaveitur og allt þetta, héldu að olíuverð hefði átt að hækka miklu meira. Það hefur ekki gerst. Og það eiginlega held ég áhugaverðasti punkturinn í þessu að bæði, ég held sérstaklega evróska, kínverska að einhverju leyti hagkerfi þriðja heimsins eru orðin miklu minna háð olíu en þeir voru. Og það út af fyrir sig eru frekar áhugaverðar og stórar fréttir. Rafvæðingin í Kína sérstaklega byggð á endurnýjanlegum orkugjöfum hefur verið alveg rosalega hröð. En það líka þannig að það eru spillover þaðan inn í þá stefnu sem Evrópusambandið eða Evrópuþjóðirnar hafa lengi haft að byggja meira á endurnýjanlegri orku. Það eitt sem langar líka til að nefna fyrst við erum farnir að tala olíuverð. Viðskiptakjör einhvern veginn svona almennu mælkvarði á íslenskan útflutning og verðlagið á honum samanborið við erlendan innflutning og verðlagið á honum. Viðskiptakjör Íslands bötnuðu við það að olíuverð hækkaði. Og þá komum við aftur að því hvers konar hagkerfi íslenska hagkerfið er. Við erum með svo rosalegan útflutning á orkufrekum iðnaðarvörum og síðan sjávarútvegsvörum sem eru í beinni samkeppni við landbúnað sem mjög háður orkuverði, landbúnað og auðvitað eldi sem mjög háð orkuverði. Þannig að staða Íslands eins ljótt eins og að viðurkenna það batnaði en versnaði ekki við hækkun olíuverði. Hitt hann að mála að dreifingin og byrðunum mjög ójöfn og þess vegna hafa börðist við með því að lækka verið sögurskatt. Eitt sem við höfum nú talað um þetta pissi skóin sín hagfræði sem skemmtileg. Þú talar að breytingar á opinberum gjöldum til að lækka verðbólgumælingu var eins og pissi skóin sín. Þú varst allar búin að sleppa orðinu þegar þið fóruð í þessa aðgerð. Var erfitt fyrir það var í þessa aðgerð? Nei, eins og ég segi, hún ekki hugsuð sem verðbólgu aðgerð heldur fyrst og fremst til þess að bregðast við því að olíuverðshækkanir falla semst misþungt í samfélaginu. Hafa lítil sem engin áhrif ef að innkaup olíu eru óverulegur hluti á útgjöldum en því meiri áhrif því stærri hluti sem það og það því miður bara þannig að því lægri tekjur sem þetta því stærri eru þessi nauðsynja útgjöld. En ef við höldum áfram að tala verðbólguna og þetta var allt crazy í byrjun árs þegar hækkanir opinberra gjalda urðu, þú bentir líka á olíufélögin og bílaumboðin. Sérðu eftir þeim ummálum að hafa verið að benda á þau?
Já, sko, það er mjög fristandi auðvitað þegar einhver sakar að standaði ekki í vinnunni að kenna einhverjum öðrum ég eins og aðrir þarf að berjast við þann draug. Ég ætla samt að halda því til að haga að það eru tvær viðbótarskýrslur við nýjustu úttekt Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á íslenska hagkerfinu, svo síðari fjallar framleiðinni. Það benda þeir á með mjög samfærandi greiningu á fyrirtækjagögnum að Ísland þjáist af skorti á samkeppni á mjög mörgum sviðum. Okay. Og ég held að þú veist, ég ætla ekki að segja að við séum endilega svo miklu verri en aðrir skortur á samkeppni að einhverju leyti afleiðingin af alheimsvæðingunni, globalization, sko. Það verður bara þannig að fáir stórir aðilar í staðan fyrir að vera bara stórir á einhverjum lokalmarkaði verða stórir á glóbalmarkaðnum. Það eru bara 2 aðilar sem framleiða síma eða svona, þú veist, give or take. Hverju landi þá í sjálfu sér yfirleitt aldrei nema 2-3 aðilar á smásölumarkaði fyrir matvæli. Hinnir eru bara eitthvað svona peanuts. En þetta verður stærra vandamál á Íslandi vegna þess hversu lokaður markaðurinn fyrir samkeppni. Og það hann að hluta til vegna þess að við erum með gjaldmiðil sem enginn að setja sig inn í og skilja. En þessar hækkanir opinberum gjöldum, ef við sleppum þá hættum að tala bílaumboðin og olíufélögin, hefðu átt að bíða með það eða? Ef að hefðu kannski? Já, sko, ég myndi allavega að segja almennt séð ég sem sagt andsnúin því að opinberu gjöldum sé beitt til þess að hafa áhrif á verðbólgumælingar. Og eins og ég segi, fyrir mér þetta piss í skóin vegna þess að þú ert að afla þessar tekna einhver staðar eða kom ekki þarna og koma bara einhver staðar annar staðar frá. Þú ert raunverulega bara að rýra skattstofna og ef þú ætlar ekki að spara á móti, já þá þýðir það bara að þessi peningar eru tekna einhver staðar annar staðar. Og það fyrir mér ekki leiðin áfram. Við gætum núna farið í markvissar aðgerðir til þess að lækka króntölugjöld og með því lækka mælda verðbólgu en undirliggjandi verðbólga myndi ekki breytast neitt og ef við ætlum að sækja þessa peninga bara sem lánsfé og spreða þeim og auka hallarekstur ríkisins þá myndum beinlínis gera vandamáli verra, ekki betra. Þess vegna var ég svona óbylgjarn við þá sem voru að gagnrýna þetta. Hitt hennar mál að það auðvitað alltaf viðkvæmt að hafa áhrif á verðbólgu mælinguna þegar að þú ert svona í miðri á með að reyna að byggja upp trúverðuleika og koma verðbólguvæntingum aftur á akkeri. Og ég dreif tvímælalaust þann lærdóm af þessu að þú þarft að hugsa því vandlega. Já. Annað sem að mikið hefur talað að þú hefur heyrt þess að sálma áður að Seðlabanki sé einn í baráttunni gegn háum vöxtum og verðbólgu. Þórarinn Pétursson varaseðlabankastjóri hefur sagt beinlínis að meira aðhald sé þörf bæði peningastefnu og ríkisfjármálum. Ekki leiðilegt að Seðlabanki sé að gagnrýna ykkur? Jú. Við höfum, eins og ég segi, við höfum nú gengið mjög langt í að ná jafnvægi ríkisfjármálun og þrátt fyrir eiginlega bæði gagnrýni fyrir eða sem sagt endalausar efasemdum við getum þetta sem að munu verða afsannaðar núna í byrjun september en líka alls konar skringilegar hugmyndunum það hvernig eigi annars að takast á við þetta vandamál. Það bara alveg rosalega erfitt að draga saman ríkisútgjöld, við vorum að ræða áðan, það ákveðin beltuhámörkunar hvati inn í ríkisrekstri, það að díla við handstöðugt, það langur listi af óleystum verkefnum, einhvern veginn þarf að eiga við hann, það eru kröfur, lögmætar kröfur frá fjölmörgum hópum að þeirra vandamál séu adresseru þá yfirleitt með auknum útgjöldum og mikil andstaða frá fyrirbærinu sjálfu það að skera niður. Þannig að gera þetta hraðar en þetta, ég myndi hafa haft áhyggjur af því að það hefði valdið sjokki sem að við viljum ekki. Þetta einhver jafnvægislist. Þannig að, já, ég hefði gjarnan viljað að Seðlabankinn væri ánægðari með mig en því ekki að fagna þannig að þá það bara þannig. Ég allavega að reyna. Já, þú veist að reyna. Já, ég elska það, hvað
kassin út og kókrustur Já, já. og ég bara byrja að trúa hérna. Já, það ekki. Ég trúi. Daði nefndi áðan atvinnuleysi sem er Íslendinga einungis 2,5% sem er nú bara mjög eðlilegt. Sko, ef við förum aftur í alvarlega sálma hérna, byggingariðinarinn að kólna mjög hratt sem að marga fréttir Af því hef ég áhyggjur. Já, ég ætla að spyrja, sko, er einhver hætta á að við séum að fara í einhverja dýpri niðursveiflu, harða lendingu eða? Það sér það enginn í kortunum Nei. og þið veitir, Íslendingar frá svo frjálslega með hugtök. Þið tala óðaverðbólgu sem er sem sagt, verðbólga meir en 100% eða sem sagt 10% á mánuði eitthvað svo leið, sko, þegar að verðbólga er 10%. Þið tala kreppu verðbólgu þegar er hvorki eiginlega verðbólga sem er neitt sérstaklega há né kreppa. Kreppa er sem sagt ekki hagvöxtur 4 ársfjórðungur röð. Það búið að vera hagvöxtur allt tímabilið sem ég seti í þessu embætti og allar spár gerir ráð fyrir að hann haldi áfram. Þannig að við erum heldur ekki að upplifa neina kreppu verðbólgu. Ég hins vegar hef áhyggjur af byggingariðinanum. Hann er eitt af fórnarlömbum óstöðuleikans í íslenska hagkerfinu. Ekki spurning. Og það sem hefur gerst ítrekkað, og þetta, þó þið sem nú ekki gamlir, þá hljótið að muna þessar sveiflur. Jú. Að það kemur samdráttur og byggingamarkaðurinn hægir á sér. Svo byrjum við aftur í uppsveiflu og fasteignamarkaðurinn tekur við sér. Mhm. En það er ekki til neina íbúðir, vegna þess að það búið að vera samdráttur í byggingareiðinarinn 3 ár þar á undan og það tekur 3 ár að byggja íbúðina. Mhm. Og þá kemur ægilegt skot í fasteignaverði sem að markaðurinn getur ekki brugðist við öðruvísi en bara að verð hækkar. Það veldur verðbólgu. Þú veist, ég held að þessi samdráttur því miður, ef að við getum ekki einhvern veginn tekist á við hann, muni koma fram í hækkun á fasteignaverði einhvern tímann í framtíðinni, skorti á fasteignum og verðbólgu í kjölfæri sem að við viljum helst ekki sjá. Og þess vegna hef ég tekið það mjög alvarlega og unni mjög nái með meðal annars félagsmálaráðherra að því að reyna að liðka eins mikið fyrir eins og mögulegt er. Núna er mjög líflega eftirspurn eftir minni eignum og ódýrari eignum og við höfum mjög ákveðið verið að vinna með sveitarfélögum, með verktökum, með félagsmálaráðuneytinu og þeim úrræðum sem HMS hefur til að reyna að viðhalda virkninni þar. En þetta er ekki gott. Nei, þetta er ekki gott. Sammála því við ætlum að færa okkur í aðra sálma. Skattastefnan. Ríkisstjórnin hefur hækkað ýmsa skatta á fjármagnstekjur, á veiðigjöld, á leigutekjur og talað að bitni ekki á almenningi. Telur þú almennt æskilegt að skattkerfið hvetji fólk til þess að spara og fjárfesta? Já, ég geri það. Að vísu, sko, ég held að það er margt sem ég dáist að hjá stjórnarandstöðinu og eitt af því sem ég dáist að er hvað þeim hefur tekist vel að mála á mig skattamóguls stimpilengun. Mála skattin á vegginn? Mála skattin á vegginn. Vegna þess að ef þú ferð yfir fjárlögu undanfarinna ára, 23, 24, 25, engin af þessum fjárlögum samt í ég, þá eru nú tekjurástafanir í þeim öllum og þær eru í öllum tilfellum af svipaðri stærð og við höfum verið að standa fyrir 15-20 miljardar og samkvæmt fjármálaáætlun og samkvæmt þeirri þróun sem við sjáum að þá er sko hlutdeild ríkisins, heildarskattbór ríkisins í íslenska hagkerfinu, það er ekki aukast, það er að minnka. Þannig að jú, það hefur orðið að gera svona einhverjar hliðrennir og við höfum gert það á ákveðnum sköttum og gjöldum en án þess þó að við höfum reynt að gera það með þeim hætti að það hafi sem minnst neikvæð áhrif. Já, og sko bara upp á sko skattkerfið að hvetja fólk til að spara fjárfesta, sko að fara sér leið að auka skattbyrði á fjármagnstekjur einstaklinga? Nei, við erum ekki með neinn slík áform og það er raunar þannig að ég er ákaflega efins að við getum gert það í núverandi fyrirkomulagi fjármagnstekjuskatts og ástæðan er til þess að gera mjög einfalt. Við erum með mjög einfalt fjármagnstekjuskattskerfi. Þetta er 1% af nafnvöxtum. Þegar að
verðbólga að jafnaði eins há eins og hann á Íslandi þá geta til þess að gera hófleg skattlægning fjármagnstekna sem 22% orðið mjög hárri ávöxtun mjög hárri skattlægningu raunávöxtunar og það náttúrulega sko, að því að við skattleggjum bæði raunverulega vextina, vextahlutan og verðbótahlutan getum við sagt með nákvæmlega sömum prósentunni og ef að raunvextir eru lágir og verðbólga há, þá getur til dæmis fjármagnstekjuskattur á Íslandi hæglega að fara yfir 100%. Þetta galli á núverandi kerfi. Það ekki auðvilt að eiga við þetta. Það auðvilt að eiga við þetta varðandi bankainnistæður, en það erfitt að eiga við þessa skattlagningu varðandi aðrar eignir. Ég hef átt ágætt samtöl við félags sparifjáreigenda, kauphöllina, ýmsa einmitt þessa galla og ég þess vegna mjög efins að það er að hrófla við núverandi skattprósentu í fjármagnstekjuskatti. Síðan hefur verið rætt ættum við með aktífari hætti að hvetja fólk til fjárfestinga sem ég held að sé mjög skynsamlegt. Og við höfum til dæmis unnið með kauphöllinni að hugmyndum það að innleiða svo kallar fjárfestingareikninga sænskri fyrirmynd og ég í sjálfu sér spenntur fyrir þeirri hugmynd. Ég pínu efins að því ætti endilega fylgja skattaafsláttur, ekki vegna þess að ég telji ekki að skattaafsláttur muni virka. Ég hann mun virka. Heldur vegna þess að, sem ég sagði áðan, að hver króna sem færi þá í að fjármagna fjárfestingar þeirra sem eiga eitthvað aflögu fer ekki í það að byggja vegi. Og það er bara það sem stoppar mig. En það að liðka fyrir fjárfestingu almenning sérstaklega í hlutabréfum held ég að væri mjög mikilvægt. Ég held að skipti miklu máli. Og að vissuleiti áhugin til staðar. Og svo get ég þetta bætti við að enginn hefur í einu vetfangi stíðist að skrefi að auka hlutdeild Íslendinga í hlutafjáreign heldur en ég þegar þjóðin keypti af mér eða af ríkinu Íslandsbanka eða restina af honum. Sorry, ég ætlaði bara að rósa þér fyrir það líka, þú kláraði bara svona, mjög vel gert þér. Já, takk fyrir það. Það fyrir minna fyrir því í stjórnarandsstöðinni. Já, en þú veist, þetta er bara svona, gleymir fólku leið, sko. Já. En það sem eiginlega kom okkur óvart þar var áhugið þjóðarinnar. Og hitt sem við eiginlega hálfvegis bjökumst við að það yrði í kjölfarið mikla hreyfingar á eignarhaldinu og það myndi þjappast saman. Það var ekki gert. Nei. Þjóðin á bara að begna þessu hlutabréfum með þá. En meira væbrant hlutabréfamarka væri mjög gott að fá. Í því samhengi, svo við förum alltaf í hringi og endum í evrunni aftur, að þá myndi þetta skipta miklu máli fyrir áhuga erlendra fjárfesta á að fjárfesta í íslenskum hlutabréfum sem ég held að væri alveg rosalega mikilvægt fyrir íslensk fyrirtæki að fá fleiri erlenda fjárfesta en það myndi breytast mikið ef að gengisáttan væri ekki til staðar. Should I stay? Or should I go? Origo. Origo, auðvitað sama sérfræðinga í tækni í dag og eitthvað sem að ég veit ekki þeir verða fyrirgefa mér að því að þetta er kannski ekki endilega það sem þeir að borga mér fyrir að tala en þetta er þekkingarhús tækni sem að á sér ekki viðlíka á Íslandi. Nei, sammála því og bara aftur hrósa Dalvegi 30 glæsilegar höfuðstöður í Origo. Já. Velkomin í Kópavoginn. Velkomin í Kópavoginn. Svo má alveg minnast á það kannski að Origo hlaut sjálfbærni ásinn 2026. Já, sjálfsögðu. Auðvitað eru þau líka fremstir þarna. Já, þeir eru það. Payday fyrir ljósmyndara. Ef þú vilt fanga augnablikið, þá þarftu sæðan að senda reikning í kjölfarið og hverju sjáum það eins og allt annað er að kemur að starfsemi bókun og bókhaldi lítill á meðstóra fyrirtæki. Það eru Payday, útgjöld og betri yfirsýn á einum stað svo getur einbettara verkefnum sem skipta mestu máli. Hvað sem það er að fanga augnablikið eða hvaða önnur starfsemi sem þú kannt að vera í. Basic, þú varst að tala á honum að það sé kannski smá svona fælni við að fjárfesta í sjóðum. Mér langar að segja að það er kannski fælni fyrir einhverja að stofna fyrirtæki því að það hljómar erfitt og er alveg erfitt en þessi komið í gegnum þetta frá A til Ö og eru með þér allan tíman. Það eru Paytaymenn. Það eru Paytaymenn. Já, við erum að tala um ólíkar starfsgreinar og hinni ýmsu gigg. Það eru þetta smiður, það er þetta að vera pípari, rafvirki en gallin við þessa starfsgreinar og kosturinn kannski líka fyrir einhverja er að biðlistin er langur. Vá, heldur betur. Þetta er dýrt. Já, og fær kannski bara eitthvað listaverð út á götu, skilur þú? Já, og svo er það nú einu sinni þannig að Giggo er nú bara
búin að stytta ansi marga biðraðir. Já, og í Giggo-appinu þá getur líka bara verið með bidding war. Það er kannski bara 10 aðalar sem eru að sækja sama giggið. Þetta viltu líka samt fá gæði, skilur, en þú finnur einhverja góða línu þarna. Þannig að þá ertu líka með stjörnugjöfuna og sérð Allsport giggarna. Já, og meiri sætt að láta, bara votta með rafrænu skilríkjum og annað ef þú heldur þetta sé einhver botti eða eitthvað, en þetta eru bara raunverulegi giggarar, sko. Það er bara akkurat málið. Elko, útsalan er í fullum gangi þar, sumarútsalan, ferðaháttalari. Sko, þeir eru bókstaflega að gefa vörur þessa dagana. Sko, ferðaháttalariinn, eins og oft sem ég hugsa, ég vildi vera með háttalara núna. Eiginlega alltaf. Það er bara, þú veist, alltaf þegar ég fyrir golf þá segi ég, vá hvað verið gaman kannski öðrum golfurum til að ama en ég hugsa alltaf, vá hvað verið mikil stemning að vera með háttalara og víða annars þar en þeir eru með örbylgjófn, gluggaþvotta sett, slettu og sjónvarp, leiklaborð basically allt. Bara ef það heitir raftæki þá er það í Elko. Sko, einmitt þetta sem við erum að tala sko, til að mynda með veiðigjöldin, það var að tala að aukna tekjum myndu skapa svigrúm til vegagerðar, innviðauppbyggingar á landsbyggðinni og þar fram til götunum. Sko, ég velti fyrir eru gjöldin að skila þeim tekjum áætla var, það virðist að minnst okkur vera með framkvæmdar sem á vegunum hérna, minnst okkur í kringum Kópavogsveg, svakalegar framkvæmdar í gangi. Það er ekki bara Ásdís Kristján. Já, hún er kannski í eldhúsinu. En hefur þetta aukna svigrúm í raun skila sér í samgöngubótum? Já, við markvölduðum framlagi til viðhaldsvega. Síðan er það þetta innviðafélag sem ég er mjög spenntur fyrir. Það er aftur hljómar eins og ég sé bara í hérna. Getur þú tekið hlustendur í 101 á hvað það þýðir? Því að margir heyrti þetta, innviðafélag, loksins fjármögnuð samgönguáætlun. Já, sko, innviðafélagið er þá raunverulega bara svona kallað sérhlutafélag eins og Landsnet eða Landsvirkjun eða Ísafía eða Pósturinn eða hvað sem er, Rarik, sem að er þá raunverulega rekið svona svolítið eins og einkafyrirtæki. Hugmyndin snýst raunverulega það að tryggja fjármögnun til þessara lengri verkefna. Hérna aftur, þeir eru miklu yngri heldur en ég, en Sundabraut er búin að vera í umræðinni bókstaflega frá því ég var ungur. Í alvörinni? Allavega sína við, já, ok. Já, og hún fer aldrei á stað, vegna þess að þetta er rosa biti og enginn treysti sér í hann. Og þið vitið, það er alltaf freistandi að taka út úr fjárfestingaverkefnunum. Já. Þannig að það fara þau aldrei á stað. Það sem að innviðafélagi gerir fyrst og fremst er að girða utan þessi verkefni. Þau eru fjármögnuð að utan, sem sagt, það er þá ekki erlend, það er þá ytra fjármagn sem kemur inn í þau. Lánin eru greið tilbaka með veggjöldum sem þýðir þá bara komið svona afmarka business model og þá færðu þessan langtíma sín. Ekki bara það. Þú fær líka aðhald eiganda fjármagnsins á einmitt það sem vorum að ræðum áðan, sem er áætlanagerðin, hversu vöndu ákvarðanatakan er. Það má nefna í þessu samhengi að í Noregi er sem sagt til fyrirbæri sem heitir Nýje Vægir, ef ég man rétt, og byggir hlut af norska vegakerfinu, raunverulega á einhvern hátt í samkeppni við vegagerðina þar. Reynslan hefur sýnt að Nýje Vægir byggir fyrir þetta í kringum 80-85% áætlun kostnaði vegagerðarinnar við sambarilega framkvæmd. Okay. Þeir fá svona 15-20% lægri loka kostnaðatölu og það er vegna þess að þar kemur að ytra aðhald. Sambarilega reynsla er í Danmörku, það félag heitir Belti og Brú, ef ég man rétt. Þannig að við erum þá að gera tvennt, við erum að girða utan þessi stærri verkefni svo að þessar sveiflur frá ári til árs í fjárlögum, þið vitið, krísan í einhverju bráðamóttökunni eða eitthvað, stopp ekki ákvörðunina fyrsta árið, þannig að fyrsta árið komi aldrei eins og hefur gerst með Sundabraut og hitt er síðan að fá ytra aðhaldið sem að felst í að þetta séu ekki other people's money, heldur að það séu þarna einhverju fulltrúar fjármagnseigandans sem að gæti aðhaldinu inn í félaginu. Hljóma mæta vel. Já, hljóma mjög vel, til hamingju með þetta. Ég ætla að vitna þess í Ronald Reagan, þú getur ekki skattlagt fyrirtæki borga ekki skatta, þau innheimta bara skatta, við tökum núna bara til dæmis bankana og baðlón og fleira, þú líklega heyrt þetta kvóta áður, þú sammálaði? Já, þetta er náttúrulega ekki í samræmi við
kenningar hagfræðinar, þið vitið að skattbyrðin dreifist alltaf á þann sem innheimtir og þann sem kaupir sko, með einhverjum hætti, mismikið eftir í hver verðtegnin en þetta í sjálfu sér alveg nákvæmlega samt í takt við það sem ég var að segja ykkur áðan. Þegar við vorum að tala umfang ríkisins og þið voru að spyrja, er það of stórt, er það of lítið og þá get ég eiginlega ekkert annað sagt heldur en já, það svona svipað heldur eins og það í nágrannalöndunum. En við erum, held ég, öll í grunninn sammála um það að við viljum hafa einhvern ríkisrekstur. Ég meina, við viljum dómskerfi, við viljum löggæslu, við viljum landhelgisgæslu og svo kannski fer okkur eitthvað að greina á þegar kemur á ókeypis háskólum og heilbrigðisþjónustu en svona langflest sammála um að þetta eigi bara að vera svona. Þetta þarf að fjármagna með einhverjum hætti. Og þá hættir spurningin að vera, eru skattar vondir eða góðir, heldur bara hvað eru minnst vondu skattarnir og reynum að nota þá frekar en aðra skatta. Og síðan þannig að mér finnst svona kvót eins og í Reagan ekkert sérstaklega merkileg sko vegna þess að hvað ætlaði hann að gera? Loka söpunni. Þú veist, hefðu bandaríska þjóðir vilja það? Leggja nú í herinn. En eins og mun ekki bara vextir á mínu láni hækka þegar þessi bankaskatti fyrir gegn? Já, þetta mun dreifast á milli þín og bankans með einhverjum hætti og það fer eftir tegni eftir spurnar en svo hins spurningi þá hvaða aðrir tekjustofnar hefur verið betri. Já. Er tegni í eftirspurn á bankaþjónustu? Einhver. Já. Við sjáum það. Já. Ég meina, við vorum að tala hérna samdráttinn og fasteignamarkaði, af hverju svo samdráttur? Þess að fjármagnskostnaður orðin slíkur að teknu til húsnæðisverð, ungt fólk bara ræður ekki við það. Ég get aftalað hér af nýlegri eigin reynslu því að ég að hjálpa dóttur minni að komast út á fasteignamarkaðin. Ó, Jesús Kristur, ég öfundan ekki af þessum skilyrðum. En hún ætlar nú samt að vera bjartsýnn Íslendingur og láta vaða. Þegar við mikið tala um breytingar, tilfærslur og skattkerfin og annað, sko, er bara betra að segja það heldur en að segja að við erum að hækka skatta? Já, sko. Ég átti eins og mjög gott samtal. Ég vann hérna svona sampólitíska skýrslu 2017 fyrir þáverandi stjórnvöld breytingar á skattkerfinu og svona hópur af sérfræðingum og ég átti samtölu við fullt af fólki úr skattkerfinu þá og þá var mér sagt sko virðisaukaskattskerfi var rosalega gott þegar ég var komið á einfalt, skilvirt auðvelt að hafa eftirlit síðan þá er búið að gera á því svo margar breytingar að það er valla þekkjanlegt frá þessum var hver einstök breyting er mjög vandlega rökstudd það þarf að lækka virðisaukaskattinn á þessu hér vegna þess að þessi hópur hérna þarf á því að halda eða þessi tegund fyrirtækja hún er í þannig starfsemi að það er alveg óeðlilegt að þú veist og við viljum styðja við og svo kaupa einhverju stjórnmálamenn þessar röksundafæslu og endar með kerfi sem er ekkert nema göt og ekkert nema undanþágur skelfilegt að vinna í því og alveg hræðilegt að hafa eftirlit með því þá lögðum við til og ég er ennþá pínlítið þeirra skoðunar að það væri best að hætta öllum undanþágum og vera bara með eina flata skattprósentu og þá miklu mun lægri en þá sem er í dag. Það er ríkalegt að heyra því ég ætlaði einmitt að byrja hundi að undanskilja hlaður. Já, einmitt nákvæmlega. En þú veist, farið í röðina þegar þú vilja undanþága frá virðisaukaskatti. En sko, sama á við eiginlega öll skattkerfin okkar og það sem við höfum verið að gera, menn geta gagnrýnda, en við höfum verið bara að vinna að því að fækka þessum undanþágum vegna þess að jú, auðvitað er það ekkit frábært að þurfa að fara að borga skatt, en ég þarf þó allavega ekki að vera með starfsmann í vinnu við að fara sérstaklega yfir framtalið þitt vegna þess að þú ert í einhverjum allt öðrum reglum heldur en allir hinir. Ég er að sjá glæsilega mynd hérna af þér á SFF-deginum það sem voru einmitt að ræða þessa hækkun á bankana. Benedikt Gíslason, hann er nú komið til okkar 2003 og hann var nú ekki sérstaklega sammálaður, talaði samt faglega og vel um þig. Gafst eitthvað fyrir þann samanburð sem var sýnt að við erum nú þegar íslenski bankar að greiða miklu meiri bankarnir á Norðurlöndunum, meiri eigin fjá binding og fleira. En það er rétt. En vitið þið í hverju þessi skattheimta felst? Svarað þú? Þetta eru álögur sem Seðlabankinn leggur á bankana sem hluta af aðgerðin þeirra til að draga úr verðbólgu. Þetta er bindiskylda. Þetta eru lánþegar skilyrði. Þetta eru alls konar viðbóta kröfur sem leggjast á bankana og hefur verið bætt í að teka algjörlega undir það.
En áttið ykkur á þversögninni í því þegar að sko, þeir skammast yfir þessari aðgerð, en þetta er beinlínis aðgerð sem Seðlabankinn beitir til þess að draga úr þenslu í hagkerfinu. Talar þetta fyrir því að þetta sé þá skattlagning sem sé með í illskásta sem í boði af því það beinlínis gengur í sömu átt og aðgerði Seðlabankans. Og þetta er megnið af skattlagningunni á íslenska banka. Felst í raunverulega tekjum sem glatast vegna krafna sem lagðar eru á það. Já. Eiginfjárkrafna, bindiskyldu og svo framvegis. Eitt annað sem ég langar að spyrja, því að tíminn er að... Svo ég var hinn grimmasti á þessum fundi. Já, ég sé það á myndinni. En ég var líka einn á móti öllum. og þá þarf maður að vera pínu grimmur. Já, það var að standa sjálfur sér. Sko, það hefur eitthvað verið að tala um að þið hafi verið að hámarka arðgreiðslur frá ykkar dótturfyrirtækjum eða sko talaðum Reykjavíkurmódeli í arðgreiðslum? Nei, ég bara skammast mín ekkert fyrir það. Það er fórnarkostnaður í opinberu fjármagni. Já. Og það að setja peninga inn í þessi fyrirtæki sem við höfum gert í gegnum tíðina og gera síðan enga kröfu ávöxtun, þýðir að við notum þá peninga ekki neitt annað. Þannig að ég skammast mín bara ekkert fyrir það að gera eðlilega arðsemiskröfu til eignar ríkisins. Þetta eru okkar peningar, við höfum að fá arðaði. Já, mjög gott. Örstuð, því við höfum eiginlega ekkert rætt sjávarútveg hérna í dag. Aftur að ESB. Af hverju heldur að sjávarútveg sé svona mótfallin? Ekki bara sér atkvæðagreiðslu, bara inngöngu í ESB? Ég nefnilega veit það ekki. Þú þekkir á vel sjávarútveg? Já, og það sem er svo skrítið er sko að heyra þennan áróður á sama tíma og þú veist, ég get nefnt fleiri en eitt íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki sem á meiri kvóta innan Evrópusambandsins heldur en á Íslandi, en með meiri umsvif innan Evrópusambandsins heldur en hér, óttast á engan hátt í evrópskan sjávarútveg. Mér sé það þannig að á einhvern hátt að þá hafa Íslendingar verið að taka yfir evrópskan sjávarútveg og þess vegna er það nú valla óttin við fyrirkomulagi þar sem þetta snýst um. Þú verður eiginlega bara að spyrja þá. En sem sagt, hegðun þeirra bendir ekki til þess sem þeir síðan halda fram afleiðingarnar af því að sem ég segi, íslenskir aðilar eiga fjölmörg fyrirtæki, sjávarútvegsfyrirtæki innan Evrópusambandsins og eru þar bæði í botnfiskveiðum og uppsjávarveiðum í mjög miklu umfangi. Já, þannig að þú sér að í fljótu bræði einhvern... Jú, sko, hafandi sagt þetta, ég held að skipti alveg rosalega miklu máli að Ísland sé mjög hart í horn að taka þegar kemur að yfirráðum yfir eigin auðlindum. Og undir engum kringumstæðum að þá gefum við neitt eftir þar. Þetta er fjöreikið okkar. Ég meina, við fórum yfir það áðan. Þegar þú berðu okkur saman við aðra þjóðir þá eru það þessar tvær auðlindir, orkuauðlindinnar og sjávarauðlindinnar sem að gera okkur alveg sér á parti og við getum verið sér sagt á einhvern hátt íslensk náttúra sem aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn er þá líka svoleiðis stóð. Það er algjört lífspursmál fyrir okkur að við varðveitum yfirráðin yfir þessum auðlindum. Við komumst eins og aldrei að því hvort að við getum fengið ásættanlega niðurstöðu þar ef við spyrjum ekki spurningarina, hvernig óskopunum ætlum við að vita hvort að við gætum fengið samning sem við erum sátt við ef við spyrjum ekki spurningarina. Mikið rætt og ritað, ekki bara sjávarútveg, bara almennt þessa þjóðarkagreiðslu, þessar sérlausnir og undanþágur og annað. Sko, ég spyr bara, hvað er þetta svona mikið sem við þurfum í undanþágu? Þetta er nefnilega ótrúlega lítið og svo er það líka þannig, sko, þú veist, ég tala hérna það má ekki hrófla við kvótakerfinu, það er bara undir einhver kringumstæðum. Við þurfum að fá að halda því öllu saman. Við erum síðan með, þið vitið, aflareglur fyrir þorsk og fyrir loðnu og þú veist, fyrir ísu og þessar aflareglur þær eru vissulega samdar á Íslandi en þær þurfum við að fá samþyktar hjá Alþjóða Hafrannsóknaráðinu áður en við beitum þeim. Ef við ætlum að viðhalda vottun fyrir sjálfbærar veiðar. Þannig að það er ekki eins og við höfum einhvern algjört frelsi og þegar Íslendingar reyndu hérna 2009 að auka þorskveiðarnar umfram veiðiraðgjöfina vegna efnahagsástandsins sem var fullkomlega eðlilegt, þetta var, þið vitið, það var dregið úr sókninni hérna í aðdraganda hrunsins, mjög skynsamlega, það er efni í sérstakann þátt að fara yfir þá sögu, mjög skynsamar pólitískar ákvarðanir svo teknar þá. Lagði grunnina að uppsveiflunni eftir það í sjávarútvegi að mínum mati. Þegar við reyndum að taka það tilbaka, þá bara svo markaðinni nei. Af því að það braut í bága við vottunina.
Þannig að við erum ekkit eiland, við þurfum að lifa innan alþjóðlegs regluverks, höfum gert að hinga til og munum gera það hérna í frá. Spurningin er bara, hversu mikil áhrif fáum við að hafa á það, hvaða sérlausni getum við samið af því að það hefum við gert í gegn tíðina mjög víða. Já. Loka spurningin fyrir rittara spurningarnar því að annars verðum við ekki með hraðarflengur eða tókum þeir ekki. Ég er búin að hlakka mest til þeirra, sko. Já, þeir eru skemmtilegir, sko. Bara ein stutt, Já, bara stutt. að því við verðum eiginlega að taka, það er 11. ágúst núna, kjara samningar framundan, verðbólga ákvað að fara að bresta. Sáum yfirlýsingu frá verkalýðshreyfingunni í gær, sumarið sé leið og ekkert gerðist. Búin að vera eitthvað vinna í sumar? Já, og við hófum vinnuna, ég myndi segja, mjög snemma í vor, áttum fundi fyrir það líka, af því að við óttuðumst hvernig þessi þróun yrði. Þetta hefur verið mjög uppbyggilegt samtal. Við erum með það alveg á hreinu. Þessi ákvæður eru sett inn í samningana, sem sagt aðilar vinnumarkaðarins, þó kannski sérstaklega verkalýðshreyfingin, ákveður að óska eftir hóflegum launahækkunum til að reyna að draga úr verðbólguþrýstingi. Mjög skynsamleg og ósér hlífin ákvörðun að þeirra hálfu. Af því þeir óttast að forsendurna muni ekki ganga eftir að fyrirtæki muni ekki standa við að hækka ekki verða ríki muni ekki standa við að sína hófsemdi og aðhaldi sínu rekstri að þá setja þeir inn forsendu ákvæði verðbólgu til þess að reyna að tryggja það að kaupmáttur haldist. Allt skynsamlegt og gott. Þróunin í raunveruleikanum hefur hins vegar verið svo að launahækkanir hafa verið langt umfram það sem sama í þessum kjarasamningum. Þannig að kaupmáttur hefur vaxið allt tímabilið og við getum þessna sagt að ástæðan fyrir forsenduákvæðinu, já, hún er pínlítið horfin, sko. Það er hins vegar þannig að það er engin vafi á að það hefur ekki verið launaskrið allstaðar hjá öllum og að sumir hafa upplifað meiri kostnaðarauka vegna viðvarandi verðbólgu heldur en aðrir. Við höfum átt mjög uppbyggilegt samtal einmitt það. Hverjir þetta eru sem að hafa þá dregið stutt að stráði í þessu og hvernig við sameiginlega getum komið til móts við þann hóp. Ég er bjartsýnn að það samtal leiði til niðurstöðu. Þetta verður, við eigum korter, svo ultrarsænginni sé gætt, þannig að ég ætla að reyna að lesa hratt, við ætla að lesa mikið og við reyna að halda svona ákveðar hraðaspurningar. Já, Okay. Og nokkrar er hérna Já, ég er að fara að fund. Þórólfur Marel því er eitthvað að senda spurningar, verður þetta ekki bara sama drottningaviðtali og hjá Þótt Nei, þú last spurninguna Já, nokkra svona, ég ætla að taka það bara. Spurning til þáttastjórna, eru Katarnir upplýsingafulltrúar ríkisstjórnarinnar? Svaraði nei, Arnór Ingi, takk samt. Ég sendi inn nokkra spurningar til Þorgeir eins og margir eftir að horta viðtali velti ég alveglega fyrir mig í hvað tilgangi það þjónar að áska eftir spurningum frá almenningi sem svo ekki eru spurðar. Sér þetta að við fáum aðhald líka. Já, það er gott. Birkir og Leifur mistu trúveruleika eftir síðasta viðtal, Þorgeir hefur neitað að taka við spurningum frá almenningi og þeir lúffa. Hákon Jónsson, takk, hún neitaði ekki og við ætlum nú að reyna að bæta ráð okkar þarna. Sjáum hvað kemur upp úr hattinum, en og hérna Svo er einhverja spurningar. Já, svo eru fleiri, en við þurfum að koma alltaf að það. Sigur Bragi segir hérna, takk fyrir volguna, kæra þakki fyrir volguna, hún er frábær. Frábær. Það er nú smá saga baka, Sigur Bragi alltaf pabbi minn og þú seldir honum rússneska volgu. Því ég sótti til Kiev 2017, keyrði frá Kiev til Rotterdam. Það var alveg frábær ferð. Kristján Óli segir, are you very good morning with the verðbólga in Iceland? Þetta er einhver Guðmundur Ingi, eitthvað, þetta er ómaglegt. En maður verður að lesa þetta, af því annars var bökin. Sigur Ágússon spyr hversu marga hagfræðinga þarf í ríkisstjórnan til að ná inni verðbólgu? 2 nægja augljóslega ekki til. Já, ég meina þú veist, ef það er eitthvað sem ég vildi að ég hefði náð meira árangri með verðbólgan, en það er svo sannlega ekki fyrir skort á metnaði eða tilraunum til að ná árangri með það sem árangurinn hefur ekki náðst. Sko, ég verða að margar af þeim eru ómaglegar. Ég er bara Láttu þær vaða. Já. Ég hef heyrt margt. Hlakka til að hlusta, mér finnst að almennt gera lítið úr stöðinu og aðgerðina sem að grípur til, stuðla frekar til verri stöðu almennings eða að minnsta kosti á mjög stórum hópi. Spurningin er kannski helst hvort og þá hvernig ríkisstjórnin ætli að fasa út verðtryggð lán. Já. Sko, verðtryggingin er alveg geysilega útbreidd í íslensku samfélagi og það að afnema eitt þriðjudagsmorguninn væri katastrófalt. Við þurfum að taka þetta í einhverjum áfengum. Fyrsta skrefi verður stigið núna í haust. Þar erum við fyrst og fremst að horfa til þá lengri verðtryggðra lána. Það sem gerðist eftir hrunið var að fólk á mínu reki
sem átti eitthvað svona eigi fjö í húsnæðinu sínu en var með það á verðtryggðulánum, fjármagn á verðtryggðulánum, lendi í því að fasteignaverð stóðist að árum saman en það var náttúrulega umtalsverð verðbólga og eigi fjö hvarf og þá festist þetta fólk á eignunum sínum og það var svona tappi á íslensku fasteignamarkaði sem var fastu býsna lengi. Það er ákaflega óheppilegt að það myndi gerast aftur. Þannig að við erum sérstaklega að horfa til þess núna sem aðgerða. Þegar XD og VFG voru saman í ríkisstjórn mátti ekki hækka skatta því það samrýmist ekki stefnu XD. Á sama tíma var ekki hægt að draga úr útgjöldum því það hugnaðist ekki VFG og Framsókn. Hefur eitthvað breyst og er heiðarlegt að varpa skattbyrði á almenning í formi verðbólgu og horfa vaxta eða aukinnar skuldabyrði ríkissjóðs? Var ekki heiðarlegast að hækka skatta til samræmis við aukin útgjöld og halla ríkissjóðs eða skera niður á öðrum stöðum? Já, sko, þetta við komum þarna aftur á þessu með, sko, ekkert er, hvernig var kvótið? Ekkert er varanlegra heldur en tímabundin skattheimta. Ég er skítrættur við svoleiðis leiðir. Ég skil alveg hvað viðkomandi er að koma og vissan hátt má segja ef að ég tryði því að ríkinu væri stjórnað af hvað maður segja aga sem leyfði slíkt að þá mætti alveg ræða það. Hins vegar þegar ég breytti lögum um opinber fjármál og innleiddi stöðugleikaregluna þá var það vegna þess að ég er logandi hræddur við útgjalda austur ríkisins og hvernig það fer með skattfé og þið veitir, útgjaldareglan takmarkar vöxt ríkisútgjalda við grunninn á hverjum tíma, ekki tekjuvöxtin heldur útgjaldavöxtin. Þannig að jú, ég meina, þú veist, væri það ódýrara hefði cold turkey og stór skref verið betra, já, en þá ættum við samt alltaf að hættu að þú sæir aldrei þá skattpinninga aftur. Þetta er góð punktur. Ætla fjármálaráðherra að skila en auðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Ég ætla að kjósa með tækifærum fyrir börnin mín og segja já. Líkt og hann hefur gert í allmörgum stórum málum, til dæmis efnahagsmálum sem hann ber mikla ábyrgð á. Engar ágúsamt, ég veit að það hefði ekki hugnið þó að ég að spyrja hann þessar spurningar. Ég velta aðeins fyrir mér í hverju ég er að skila auðu sem sagt. Sko, má ég segja ykkur eitt? Já. Gjörðu svo vel. Mér leiðast samfélagsmiðlar. Það var meira sér þannig að þangað til ég fór að taka þátt í pólitík, þá var ég ekki á neinu samfélagsmiðl. Mér finnst, formið hendar mér ekki. Ég skil ekki formið sem umræðu vettvang. Og ég hef nú reynt að tjá mig þegar ég séð ástæðu til en ekki þessu utan. Ég tek þetta auðvitað sem bara hvatningu til þess að tjá mig ennþá meira og mun taka það til athugunar. Mjög gott. Já, málefnilegt svar. Á Þorgerður Katrín að segja af sér Íslendingar segja nei við ESB, spyr Andris. Jesús nei. Ég myndi segja, sko, mín afstæði er svo að ef að kemur nei núna í ágúst, sem ég auðvitað vona verði ekki, að það er aldrei nokkuð tíma meiri þörf fyrir flokk eins og Viðreisn heldur en einmitt þá. Ég myndi, þú veist, mér finnst þetta auðvitað vera baráttan fyrir opnu og lokuð Íslandi og lengi vel var það þannig að eitt af kjörorðum Viðreisnar og það kjörorð sem að fekk mig til þess að gerast yfir höfuð aktífur í pólitík var almannahagsmunur umfram sérhagsmunir. Það er bara alveg rosalega mikilvægt að það sé einhver þarna úti sem er tilbúin að taka þann slag vegna þess að þeir sem kunna almannavalsfræðina sína þeir vita sérhagsmunir, þeir eru miklu duglegri við að afla tekna og hafa áhrif á ákvarðanatöku heldur en almenningur á sér að jafna því fáa málsvara. Það verður aldrei mikilvægara heldur en ef við ætlum að halda áfram að vera bara hérna á lokaðavellinum heldur en einmitt þá að hafa flokknum svo Viðreisn. Já. Hver er helsta ástæða þess að útgjöld ríkissjóðs hafa vaxið hraðar en tekjur síðust ár þrátt fyrir metári tekjum og hver sér fjármálaráðherra mestu tækifærin til hagræðingar? Útgjöldin hafa ekki vaxið hraðar en tekjur. Þannig að þetta er eða sem sagt útgjöldin hafa ekki vaxið hraðar en tekjur, við höfum verið að smám saman loka gatinu, þannig að ég veit ekki alveg hvaðan spurningin er komin. Hvað efnahagslegu rök mæla með því að ganga í ESB og hvað er mæla gegn því við kannski erum búin að reykja þetta í stóra máli. Já, góð spurning. Já, takk fyrir það Magnús Veðar. Nóttum okkur sjá, sko, liði enska, spyr ég oft við fannar.
var þessi spurning að Erfiða spurning Nei, þeir eru að fletta ofanum mér. Já, Ég hef engan á. nei, með grunaða Ah, Þetta prófessor Nei, það er ekki það. Þetta bara hefur aldrei heillað mig. Nei. Jói Hinriks spyr þar sem Daði er bíla jeppakall, ætlar hann ekkert að endur sko innflutningstollana? Heyrðu, ég get glatt hann með því að það er einmitt það sem við erum að skoða. Það koma einhverja breytingar í haust. Við erum að vinna þér núna einmitt í samráði við svona félögin á þessu sviði, getur við sagt. Sessor, þeir eru þetta fremstir í bókaldsjónustu, en það er nú ekki það eina sem þeir gera. Þeir eru nú búin að sjálfvirkni við að ansi marga ferla tengdu bókaldinu og víðar. Já, og fyrirtækið þeim afar þakklátt þeirra samstæðsfælum. Já, þeir eru, ég er aðeins búin að vera að kynna með Sessor í frítíminn Ok. og ég áttaði mikið alveg á því hvað þetta er víðtækt þjónusta. Þeir eru með fjármál og bókald sem eru auðvitað þeirra ær og kýr, en sko ráðgjöfun og upplýsingateknin sem er veita í kring er ekkit, það er alveg hún á brauð. Hún er ekkit slögs. Nei. Topp þjónusta. Fröken Reykjavík getur bóka að borða á Fröken Reykjavík núna og margir velst fyrir hvernig veit hann hvað klukkan er hjá mér þegar ég er að hlusta á hann þátt. Góð spurning. Máli ég veit ekki, það skiptir ekki máli. Nei, það er alltaf að fara Fröken Reykjavík. Já, Fröken Reykjavík hvernig sem er og hvort sem að þú ert spenntur fyrir hádegisverðarselinum, kvöldverðinum eða barselinum. Já, hvort þú vilja kíkja bara í eitt kaldan á happy hour og fá þér eitthvað snakkselin. Kannski eftir með bóka borð klukkan 6, tiltu þetta bara niður 3-4 litið og fá þér nokkra kalda á njóttu útsýnisins, njóttu staðsetningarna, njóttu frábæra úrvalsins á Fröken Reykjavík. Já, fröken.rfk.is tilbúið í hátinu, eru þetta meira auðsprettur á mánundum, steikalögun á föstum. Það kallar ég hafa og haga. Já. Lengjan, ef að þú vilt setja spennu í bestu deildina, núna þegar hitinn fer að færast í leikana. Já, maður fær svona bara að setja á KR ádræðið sem að verið bara Íslandsmeistara, sko. Við erum í möguleika, gat nú verið að þú myndir fara að jinxa það. 6 stig. 6 stig, mistum okkur aðeins á mútið FH, en við erum bara á okkar staði vegferðinni, en það er merkilegt með þessa deild, sko, að það eru nokkuð lið sem að geta endaði lengjudeildinni, norðanliðin og einhver, en svo eru 4 lið bara í hálfgerðum sérflokki þarna. Ég tek ykkur blikana með. Já, við erum dálítið svona bara okkar eigin deild, sko, þannig 4. sætisdeildin. Já, en lengjan, ef þú vilt setja spennu í bestu deildina en stiðja jafnframt við Íslands íþróttalíf, þá eru þeir í lengju appinu. Innan handar við lengju appinu. David Jones, ég var í gólfinu daginn. Já. Og ég spurður, ertu með dölur í pókanum? Og ég var reikin á gatt. Af því að fólk er svona svolítið færð að búast við því að ég sé að kasta út dölum og þarna brafst ég. Mér fannst ég bregðast. Já, þú átt alltaf að vera með dölur á þér. En sem betur fer í þessu tilfelli, þá var viðkomandi sjálfur með 2 póka. Hann var með sour watermelon og hann var með sumabræði sem er auðvitað leikurus og ég held að vera jarðarber, en það er vist hindber. Okay. Þannig að þetta er smá twist á þessa klassísku þegar að blanda saman, kaupir 1 póka af lakrís og 1 póka af jarðarberum. Það skal leita í mig, sko. En alltaf, ég lærði þessu, það sem ég tók út úr þessu var alltaf vera með David Jones í golfpókan. Er þetta ekki bara bílliklar, veski, settið, og svo dölur? David Jones. Fruminni er skoðun klár fyrir haustið. Bókaði tíma hjá Fruminni í núna appinu eða rendu við þetta hjá Fruminni í byrjurverða skoðun. Ég held að Orri Hlös sé bara að hella på kaffi í þessum 12 árum. Og skoðar alla bílana. Já, það séum við allt. Svo síðast en ekki síst, Autocenter, framröðuskipti, varstu fyrir tjóni, heyrðu dringafélaginu og segðu, ég vil bara vesla á einu stað, Autocenter. Andri Freyr segir þetta, ég lesti að ég hef gaman að þessu og við höfum smá tíma. Tekur ekki að senda inn rittarspurningu, verður ekki lesin hvort sem er, soft. Þetta er gott á þess að menn. Þetta er aðhald sem við viljum. Þetta er bara, við tökum þessu feginsendi. Páll Pálsson spyr, hvernig verður verðbólga á vextir næstu 3, 6, 9 og 12 mánuði? Þetta er fasteignasali. Já. Þannig að þetta skiptir hann máli. Já, gerir það. Sko, ég held að við séum að horfa í toppin á þessum kúf núna. Ég held að muni síga niður á næsta ári. Ég myndi halda að við værum að horfa á kannski meðaltal upp á 3-3,5% á næsta ári og þetta er, nú ertu vel ekki að spyrja fjármálar á þeirra heldur bara hérna gíkið daða sem að þú veist, flettir þessum tölum upp á hverjum degi. Er Þorgerður Katrín hinn raunverulegi stjórnandi þessara ríkisstjórnar, spyr Fannar? Nei, það er Kristrún Frostadóttir sem er forsætisráðherra. Við erum geysilega samhentur hópur.
ef ég má segja, það kom mér á óvart. Ég hef aldrei verið í svona klúbbi áður. Þorgerður raunar svo eina í ríkisstjórn sem hefur áður verið í ríkisstjórn. Er ekki rétt í mér? Jú, þetta er rétt hjá, ég var ekki búin að fatta þetta. Og dýnamíkin í þessum hópi hefur verið ótrúlega góð. Ég vinn í alls konar fjölskipuðum nefndum og þetta er bara innan skári. Já, er gaman að vinna með flokki fólksins? Það er gaman að vinna með öllu þessu fólki. Það verið alveg frábært að kynnast fólkinu úr flokki fólksins alveg sérstaklega vegna þess að það sem að ég hef svona lært að dáðstæði þeirra farið er að þau eru öll svona fólk sem hefur farið í gegnum lífið svolítið á svona hörkunni. Það skata er gritt. Þau hafa mikið af því. Svona bara, þú veist, heimurinn endalaust verið að senda þeim skilaboðum að þeirra sé ekki óskað og þau hlusta bara ekkert á það og það finnst mér svolítið töff. Að þau leiða í dag. Já, sammála því. Er stóra sleggjuplanið að virka? Spyr Fannar einnig. Já, þarna er sko spurningin, þú veist, í hverju fólst stóra sleggjan og þá kannski er þetta munurinn á skilgreiningu hagfræðingsins og stjórnmálamannsins, sko. Það að ná hallalausum ríkisfjármálum sem ég er búin að nefna, ég veit ekki hversu ofti þessu viðtali. Það er eins gott að gerist maður. Ég er ekki stoltur af þessu, er í mínum huga stór sleggja, en ekkert í þessu, þú veist, ef að væru til patentlausnir væri ég búin að beita þeim. Ég veit ekki um neina. Nei. Auðun Bragi spyr, hvað ESB-löndum hefur D-Dog búið í? Þú? Sko, raunverulega búið bara Belgíu. Pabbi var þar tíma og ég bjóð þar í einhverja mánuði en þau lönd sem ég var raunverulega búið í sem fullorðin er bara Ísland, Noregur og Bandaríki. Uppáhaldslönd í ESB? Ó, Jesús! Holland. Holland af ýmsum ástæðum. Ég veit ekki hvort að Holland er landið sem ruddi brautina fyrir nútíma efnahagskerfi, nútíma viðskipti, nútíma fyrirkomulag í gjaldmiðlamálum, stórmerkilegt land. Og ég dáist alltaf mikið á Hollandi. Þeir eru svona low-key, en þeir vita hvað þeir eru að gera. Vitið til dæmis að þessi gervigreindar uppbyggingu öll saman byggir á svona crucial input sem er hollensk uppfinning, hollenskt fyrirtæki sem hvað það er, framleiðir leyserana sem búa, nei ég veit ekki, ég ætla ekki að fara út í það en þetta er, ég dáist á hollendingum. Hollendingar, það eru 4 eftir. Máni Elvar spyr, er einhver annar gjaldmiðill en evran sem væri hentugu upptöku hérlendis? Nei, við myndum alltaf þá þurfa að fara í einhliða upptöku og áhættan við einhliða upptöku er mjög mikil. Ég veit að það eru aðilar sem eru og sammála mér en ég er alveg þar. Þannig að nei, þetta er eini gjaldmiðillinn sem býður upp á að önnur ríki takja hann upp. Þú baðst okkur að lesa alla spurningarna, hann við gera það. Hversu næs er að lappa beint í ráðherrastól og þurfa ekki að leggja sjálfan sig við í kostningabarátt? Já, ég tók náttúrulega þátt í kostningabarátt. Ég var að vísu í neðsta sæti en ég var formaður kjörstjórnar og tók þátt í baráttunni þannig. En já, ég meina þú veist, ég skil alveg að það séu aðilar þarna úti sem telja að þetta sé eina leiðin. Ég er ekki sammála. Ekkert nákvæmlega landana gerir þetta með þessum hætti. Mætti ekki skoða að gera þetta bara meir óháð þér sko bara? Ég er þar. Ekki vegna þess að ég telja ekki að þingmannsreynslan sé mikilvæg og ég get alveg sagt það. Ég er ákaflega þakklátur fyrir það að ég hafði verið á þingi sem var að þingmaður á síðasta kjörtímabili vegna þess að ég kunni svona etikettuna og svoleiðis. En mér finnst þessi krafa þingmennsku hún býr til svona ákveðina dýnamikk á milli ríkisstjórnar og þings sérstaklega með þessa hefð fyrir meirihluta ríkisstjórnum sem við höfum sem gerir þinginu minna undir höfða en það ætti að gera. Þingið er alveg rosalega mikilvæg stofnun, lykilstofnun í íslensku samfélagi og ég held að sé verulegt áhyggjuefni hvað álit þjóðarinnar á þinginu er lítið. Já, næst síðan spurningin. Hvenær fær landsbyggðin ráðherra frá Viðreisn? Já, það er nú góð spurninga. Sko, ég er náttúrulega á hátíðardögum bendi á að ég er alveg upp í Borgarfirðinu, sko. Reykholti. En
það nú mikið af góðu landsbyggðarfólki hjá okkur og því fyrir örugglega fjölgandi, þannig að það styttist í það. Já, loka spurningin og segja mig eitthvað fólk að hlusta á hana þá 28. ágúst til dæmis. Hvað viltu segja fólk að gera 29. ágúst og hvað á kannski að gera þangað til eða vil kynna sér málin? Taka þátt, það númer 1. Þannig að alveg óháð því hvort að skoðuninni já eða nei, taka þátt. Ég ætla að segja já og ég farið yfir það í þessu þætti af hverju ég ætla að segja já. Síðan það þannig að við höfum aldrei í sögunni haft annaðis aðgengja upplýsingum eins og við höfum í dag. Ég ólst upp, flettandi upp í alfræði orðabókum til þess að afla mér upplýsinga, núna get ég googla hvað sem er. Ég var að gera við parketti hjá dóttur minni sem er að flytja inn í nýja íbúð, lausnin var á internetinu, hún virkaði briljantli, kennslumyndband æðislegt. Við þurfum eins og að vera gaggrínir neytendur upplýsinga. Það skiptir rosalega miklu máli að átta sig á það jafn mikið því miður til af rugli og eiginlegum upplýsingum á netinu og hafið heyrt um lögmál Brandolínis? Já, einhvern tímann. Lögmál Brandolínis segir að það tekur að minnstakosti 10 sinnum meiri orku að svara rugli en að búa til. Já. Því miður ber internetið svolítið lit af því. Frábærpunktur. Og vera gagnrýnin á uppsprettur upplýsinga. Þannig að gagnrýni neytendur og taka þátt nýta sem lýðræðislega rétt sama hvort þú ætlar að segja já eða nei. Daði Már Kristjánsson, takk fyrir daginn og takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Já, bara virkilega skemmtilega þáttur og gaman að fá þetta. Ég ætla að stela endurum og þættinum kannski og bæta við bara því að við erum auðvitað bara þvílíkt þakkláttir að fá að tala við fólk eins og Daða og að kalla þetta vinnuna sína auðvitað bara þvílík forréttindi og bara gangast við því að við gerðum mistök. Já, við gerðum það. Og áttum að lesa riddararspurningar sem að riddararnir voru búin að leggja mikla vinnu í og það alltaf leiðilegt þegar maður bregst fólkinu sem að hlustar á mann og treystir okkur til þess að gera þetta. Þannig að við ætlum að reyna að bæta úr því og bara haldið áfram að senda riddararspurningar. Í stuttumáli bara haldið áfram að senda riddararspurningar, afsakið þetta. Haldið áfram að senda. Takk. Takk fyrir mig.